Góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins sem er að vanda mjög efnismikill og áhugaverður. Hérna í lokin koma skotveiðimenn sem eru frekar ósáttir, en þær ætla ekki að una aðgerðalaust úrskurði sem hefur leitt til lokunar skotsvæðis þeirra á Álfsnesi. Áki Ármann Jónsson, formaður Skotvís, og Róbert Reynisson, formaður Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis ræða hérna við Björn Þorláks í lok þáttar. Þar á undan kemur Ragnheiður Davíðsdóttir og segir okkur frá félagsskap sem heitir Birta, en það eru þær Halldóra Kristín Guðjónsdóttir og Linda Sólveig Birgisdóttir sem báðar hafa lent í því að börnin þeirra hafa fallið frá með skyndilegum hætti og þær segja okkur frá þessum félagsskap sem heldur utanum fólk sem lendir í slíkum harmleik. Þar á undan ætlar María Lilja að tala við Ara Logn frá Rauðu regnhlífinni, en Ari Logn ætlar að segja okkur frá ráðstefnu sem var haldin nýlega lífsreynslu kynlífsverka fólks og fólks í kynlífsvinnu. Þar á undan koma reynsluboltarnir. Björn Þorláks fær til sín Boga Ágústsson, Sigríði Ingibjörgu Ingádóttur og Björgu Evu Erlendsdóttur, og þau ætla að fara yfir fréttir vikunnar og svona það sem er efst á baugi þessa dagana. En núna rétt eftir nokkrar auglýsingar ætla ég, Laufey Líndal, að tala við Klódíu Wilson sem ætlar að segja okkur frá eftirleik fellibylsins Melissu og áhrifin sem að það hafði á Jamaica, en Klódía fæddist og ólst upp á Jamaica og hefur því sögu að segja. En ég ætla að minna ykkur á að það myndi hjálpa okkur gríðarlega ef að fleiri myndi vilja gerast áskrifendur að samstöðinni. Þá farið þið inn á samstöðin.is og þar er hnappur sem ástendur áskrift. Og ég ætla líka að minna á að það er hægt að finna okkur á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er hægt að finna okkur á YouTube undir samstöðin. Við erum líka á Facebook og í sjónvarpi Símans á Rás 5. En einnig í útvarpinu á FM 89,1. En þá ætla ég ekki að hafa þetta lengri bili, þið bara njótið kvöldsins. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur. Sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að fjalla þess Jamaica. Fellibylurinn Melissa hefur farið yfir Karabíska hafið núna bara í síðustu viku og ég ákvað að fá hingað mannesku sem einmitt kemur frá Jamaica sem býr á Íslandi. Klódía Ashani Wilson, verður velkomin. Kæra þakkir. Mér langaði sem bara að fá þig til að koma og segja okkur aðeins frá, bæði frá Jamaica, þú náttúrulega ólst þarna upp og líka bara frá svona hvernig eftirköstin eru af þessum fellibyl sem að nú hefur, eiginlega bara lagt allt í rúst þarna, er það sennilega ekki of mikið að segja það?
Nei, það sem sagt satt að segja að þetta náttúrulega mjög erfitt ástandið þarna núna og það fór náttúrulega ekki fram hjá neinum að Melissa náttúrulega fór mjög illa með Jamaica og í raun sem sagt verst fellibyl sem hefur farið yfir eyjuna bara alveg frá því að ég man eftir mér. Þú veist, við vorum náttúrulega með fellibylun Gilbert þarna 1989 og þá var ég sem sagt að vera 6 ára þegar hann fór yfir og mann hversu, þannig að sem sagt fólk yfirleitt að bera þetta saman að þetta sé svona nærðu en ekki eins slæmt af því í því tilviki þá fólk hafi mist náttúrulega mikið eða miklu á þessum tíma en í þessu tilviki eða bara núna Melissa þá 1/3 af landinu eða eyjunu bara í rúst og 70% af fólkinu á því svæði hafa mist heimilinu sínu og á þessu svæði náttúrulega mikið landbúnað okkar og þannig að það eru sem sagt bara náttúrulega dýr og þarna eru allar, eins og ég segi bara landbúnaðin, það fer svolítið þar fram það hafi, við höfum náttúrulega mist það er bara allt lagt í rusli eða undir vatni. Ég sem sagt þetta kannski svona til að segja frá því ég frá Montego Bay svæði og það svona tilheyri vestur hluta landsins og en ég frá staður sem svona suður hluta Montego Bay eða St. James af því Montego Bay höfuðborg af St. James og ég bý sem sagt eða ég kom frá ég ólst upp í kann man segja svona uppsveitum þannig að þú veist fólki í kringum mig eru bara bondi og sem sagt og lifa á sínu bara á landinu já. Og þau hafa náttúrulega mist öllu sko. Ég hef ekki ennþá séð mitt æsku heimili bara sjálft af öllu sem ég hef séð og af nágrannum bara þar það hafi ekki nást að taka mynd af húsinu mínu en sem sagt ég mér skilst að það náttúrulega það eyðilagt líka en ég búin að sjá allt þarna skólar sem ég fór í bara allt frá leikskóla upp í menntaskóla það bara basically það bara lagt í rust núna allt farið. Kirkjuna mínar og bara allt sko. Þannig og bara sjá fólkið þarna setja meðal svona rustum og hafa ekkert náttúrulega hvergi til að fara vanalega myndi kirkjur og skólar verið svona skjól fyrir fólk en það ekkert þar heldur þannig að það bara allt farið og eitt sem kannski líka gríðarlega stórt og náttúrulega kannski hafa við flest þessum borgum að gera að vegurinn eða vegarnir eru bara náttúrulega lagt í rust í mínu tilfelli þaðan sem ég kom. Það eitt aðalvegur sem tengir okkur við miðborginni, svona við Montego Bay borg og það náttúrulega hrundi og þannig að við getum ekki komast þar á milli nema það að fólk þurfa að vera að keyra mjög langa leiði til þess að komast í borginni og það erfitt að fá bensín og það líka erfitt að fá mat þú veist þannig að aðgengi að mat og bensín og rafmagnið farið og rafmagns línur liggur bara út um bara öllum vegum og bara ekkert þar sko, bara myrkri þannig að þetta búin að vera mjög þungt og erfitt fyrir mig að ímynda mér þú veist, ég náttúrulega að sjá þetta af því ég horfa á þetta á hverju kvöldi bara fólk sem búa á mínu svæði einstaka fólk eru kannski að hafa náð tenging við netið og þau eru bara basically að sýna hvernig þetta en þú veist 95% af þessu fólki hafa ekkert engin bara úr sambandi í rauninu bara ekkert samband við neitt eða neinum. Já, einmitt. Ég hef einmitt verið aðeins að fylgjast með fréttum það, nú einmitt sá bara í dag einmitt viðtal við
hænsnabónda sem var bara að tína út úr hænsnabúinu sko, því það bara... Þau drukna bara, ég sá bara fullt af geitum og kýrum bara dána þegar þau druknuðu. Veist að því oftast þá mynduðu reyna að bjarga þeim, náttúrulega setja þeim í skjól, en þegar skjól náttúrulega fóru líka. Já, þannig að þeir hafa ekkert eftir, þú veist, við náttúrulega, það er mikið ræktun, þú veist, við ræktum mjög mikið á þessu svæði og það er allt eyðilagt, þú veist, fólki lifa á að selja náttúrulega sínar vörur, en það er bara allt farið. Já. Og ég var að tala við sem sagt alþingismaðurinn sem tilheyri svæði sem er frá mínu svæði og hún sá ég líka í gær að hún var inn á þingið, jamaiska þingið að gráta, bara bókstaflega gráta, biðja að stjórnvöld myndi bara beina sjónum líka að þessu svæði sem ég þekki vel til að það gleymi stundum fólki sem er í uppsveitum og bara aðal fókusin á borginna og það sé ég er að gerast, þú veist, að ég er búin að vera að heyra frá fólkinu það. Ég náttúrulega var að segja við þig áður en við byrjum að ég er bókstaflega blöng núna, af því bara hvert einasta aura sem ég hef ég verið að gefa fólkinu mínu þarna og jafnvel það sko til þess að nálgast peningarna sem ég er að senda og allir sem bara mína fjölskylda út allir er að reyna að senda þeim líka en þú veist að við getum ekki hjálpa öllum því miður að þá sem sagt þau þurfa að keyra náttúrulega alveg 4 tíma ég líka þetta við sem sagt að keyra frá Reykjavík til Vík í Myrdal til þess að sækja peningur og kaupa mat þannig að því það er ekkert á násvæðinu til þess að fá í nágruninu til þess að fá sko. Já, þetta er rosalegt en það er einmitt kannski svæðin sem að þurfa þá mest á því að hjálpa að halda sem að eru bara skilin eftir. Já, akkurat og ég er mjög hrædd það af því ég held sko að satt að segja, ég var svolítið hissa á hversu vel stjórnvöld virðist hafa byrjað að undirbúa eða svona að miðla upplýsingar til borgarana en síðan fatta ég að þetta væri bara til fólk sem eru á samfélagsmiðlum. Þess að þau voru náttúrulega miðla og allar upplýsingar við sjáum það, en fólki sem eru upp í sveitinni, þau sjá ekki neitt. Veist, og þarna var ég að tala við þessi alþingismaður, ég sagði bara veist, það er eitt sem ég dáist af með Íslandi, þú veist, þegar það kemur eitthvað upp að þá virðist sér að fólk bara skipulagið bara yfir upp á 10 og ég nefndi sem sagt í COVID-faraldurinn sem dæmi. Þú veist að bólusetja heilt þjóð, hvernig þau fóru að því. Upplýsingarnir voru bara sem sagt fái upplýsingar bara með áreiðanlegum hætti og líka sem sagt þetta var bara svona hvernig þetta var gert, fannst mér aðdáunarvert að skipulagi var upp á 10 fannst mér, þetta er bara svona mín skoðun á því en sem sagt þarna er bara hver er að sjá hvað svæði, hver veit þú veist, hún nefndi það við mig þessi alþingismaður að henni var sagt að biðja fólk að finna sér skjól í þessum skólum sem ég talar og einn af skólum, menntaskólum minn, byggingurinn þar, það er farið. Hún talar að það er 10% eftir af þeirri byggingu. Og það voru samt einhverju 30 manns að gista þar og hún sem sagt að byrja að gista þar á sunnudegi og fellibylurinn náttúrulega fóru yfir að koma alveg yfir svæðina á þriðjudegi minnum mig í síðustu viku. Og enn á 5. degi þá voru þau að fá fyrsta matinn til sín og hún sagði bara eftir það að hún hafi farið með mat til þeirra og það var ekkert eftir af því hún hafi treyst því sem að stjórnvöld sagði bara biðja fólk að vera þarna daginn eftir fellibylur mun koma aðstoð til þeirra en ég veit að geta ekki erfitt að lofa einhverju sem að augljóslega var miklu verri en allir hafi spáð fyrir eða jafnvel gera sér grein fyrir að myndi gerast. Þess að því þarna sko náttúrulega í fyrsta lagi voru náttúrulega vegar þú veist bara vegarfarnir og þannig að þú veist, jú það er erfitt að komast en við erum með þyrlu farið þarna upp með þetta og hún að segja bara komdu með þyrlu upp hjálpa fólki
af því það eru fólk þarna sem, jafnvel bara hún nefndi fólk sem hafi dáið og það ekki ennþá hægt að flytja líkið í burtu. Þess að því enginn að koma á svæðinu til þess að hjálpa. Þannig, alþjóða samfélagi hefur svarað ákallinu fannst mér miðað við það sem við höfum séð. Ég óskaði þess náttúrulega góð bara að Ísland mun slá þar í hópinn og hjálpa fólki þarna í neyð. Ég gerir alveg grein fyrir að ég gerir ráð fyrir að ef að Jamaica væri í þeirri stöðu, þú veist, að við náttúrulega viljum hjálpa alla, þá myndu þeir líka koma til móts við Ísland á svona erfiðum tíma. Ég alveg fullviss það. En sem sagt bara að við getum bara reyna að hjálpa fólki þar. Já, einmitt. Þannig að sem sagt viðbrögðin hafa ekki verið nógu góð frá stjórnvöldum, hvorki á Jamaica né svona alþjóðlega eða hvað myndir að segja? Nei, það ekki mín upplifun að sem sagt alþjóðlega samfélagið eða stjórnvöldum frá mismunandi ríkjum hafa nú svarað ákallinu. Bandaríkin hafi sendt fólk þarna, El Salvador til dæmis hafi sendt eitthvað 300 manns þarna í til að aðstoða og 3 vélar af nauðsynjar til fólksins þar. Það sem ég hins vegar mest að gagnrýna held ég hvernig stjórnvald síðan að koma þetta til fólksins sem í neyð. Það svona dreifingin sem virðist vera vandamál. Ég veit að augljóslega það sem komið og ég held að fólki sem eru þar núna að hjálpa frá út allan heim mun segja þér að það sem þeir eru komið með og það sem þeir sjái bara lítið dropa í hafið miðað við það sem þurfa akkurat núna. Þannig að bara allar aðstöður náttúrulega vel þegnar að þessu stigi af því það margt eftir en það sem að mér finnst vera svona ábótavant eða svona vankanta dreifingu af þessu viðbrögð stjórnvalda þá, þú veist, sumir kannski þeir eru ásaka hvern annan að spila pólitík þarna í staðin fyrir að hjálpa fólki neyð en þetta bara því ég ólst upp á þessu svæði ég hef séð það, ég upplifa það að þetta kannski svæði sem við erum oftast náttúrulega síðast til að fá hjálp þegar svona hamfarir ganga yfir. Þannig að það kannski það sem svona, hvernig ætlum við að bregðast við í þetta skipti og það lítur út fyrir að það mun vera með svipum hættu og hefur áður verið. Veit að það ég get alveg ímyndað mér hversu erfitt þetta fyrir fólki sem að sinna þessari vinnu akkurat núna. Algjörlega. En að taka bara svona ráð og líka tillögum frá fólki, jafnvel bara í andstöðinu. Hvernig á að gera þetta? Ég þekki ekki pólitíkmálin að Jamaica löngu hægt að fylgjast með það. Mér alveg sama það. Ég nú að hugsa fólk sem í neyð og vilja fá hjálp en það virðist vera að það sé eitthvað svona tit for tat leikarít í gangi og það svolítið að leika með líf fólks eins og ég segir ég náttúrulega vil gefa allt sem ég get gefið en ég veit að það kemur ekki nærði að duga fyrir því sem raunverulega þarf akkurat núna. Akkurat. Þú sagði mér einmitt frá að þú hefur náttúrulega upplifað svona fellibyl áður. Hvernig að vera í svona fellibyl? Ég var náttúrulega freka lítil. Ég var 5, en maður gleymir því ekki. Þetta var ég var 5 ára að vera 6. Þetta fór yfir. Og þarna sem sagt, ég bara man eftir að okkur var sagt að við þurftum að yfirgefa heimili okkar. Það það sem ég skil og ég var spennt af því við erum að fara einhver staður, skil ekki neitt. Og ég hef sagt við strákarnir mínum að það muna nokkar sekundur að þeir voru kannski væri aldrei til vegna þess að ég var á baki hjá vinur okkar eldri maður sem að þau hafi sagt að hlaupa með mér á þessu skjóli sem að við vorum bara svona kirkjan sem var alltaf svona síðustu bjargvætti fyrir okkur en sem sagt hann var með mér á bakið og bara ég held
Það allavega ekki meira en, myndi ég segja, 2 metra að stóð tré fjall bara bak við okkur. Þannig að það muna, þú veist, ef við höfum fengið þetta á okkur, alveg augljóst að við myndum að þetta var rísa tré. Þess að ég fekk bara svona eitthvað smá skall í höfuð með svona, hvað er þetta, branches af trjánum, sko, en bara tré og við bara fór upp rætur úr því og bara hljóðið við það. Þannig að þú veist, og þetta gleymir maður ekki. En þú veist, ég hugsa, ég fatt ekki þá. Hversu vel og bara hversu heppin við vorum þarna. Síðan við gistuðum þarna í þessu kirkju og ég svaf á borði þarna, og þau vildu bara setja eitthvað á borð og krakkarnir voru upp á borð. Og ég datt. Margt fólk. Já, bara allir í þessu hverfi. Þannig að þess vegna var þetta gaman, þú veist, að krakkarnir fá að vera undir sögum þakki í þorpinu. Eða þarna bjó ég í Kingston reyndar hjá frænku minni, þannig ég var ekki í sveitinni þá. Og ég var bara spennt og ég átti afmæli næsta dag, þannig að þetta var bara geðveikt næs, ég fatt ekki neitt í saklausinu mínu. Bara smá ævintýri. Ég datt á borðinu og vaknaði bara með stór kúli og fjölskylda mín talar það ennþá, þú veist að ég fekk gjöf, ég fekk bæði fellibíl og kúlu 89. En þú veist, fyrir það, sko, þá vorum við með náttúrulega fellibíl sem var með 1951 en þú veist, báðum skiptum, þá voru þetta hvað segja, svona 3. stig Já, þeir tala ég reynda að vita ekkert fellibíli. Nei, en þú veist, þetta er bara kröftugastu fellibíl sem hafi nú farið í vegina, sem sagt Melissa, 5. Þannig að þú veist, þó að það var verið að reyna að gera fólki viðvart hversu sterk þetta er og hvaða eyðileggingu mun hlýst af því. Fólk voru ekki alveg að fatta. Þú veist, við höfum heyrt þetta svo oft og ég fekk þá tilfinningunni og meðan ég sko stjúpappa mín sem ól mig upp og mínum systkinum, að þá sagði ég við hann bara, þú verður að yfirgefa heimilið þitt. Hann var bara upp í rúm mánudagskvöldið og ég bara, þú veist, þú ert ekki alveg að skilja hvað er á leiðinni til ykkar. Þú verður að fara. Og hann bara, nei, ég ætla að vera heima hjá mér. Og sem hann gerði, en hann var heppinn. Hann er ekki upp í sveitinni, hann býr í borginni. Hann var heppinn, eða svona rétt fyrir utan borginni, húsið hann skemmtist ekki, bílinn hann skemmtist ekki, en allir í kringum hann, bíl og hús eru farin, nema hans. Þannig að, þú veist, ég hugsaði bara, hann sagði bara, sjáðu, það ég hefði átt að vera heima hjá mér. Ég vissi það. En þú veist, ég er mjög ánægð að hann sé heil á húfi, en þú veist, ég bara, bara hjarta mitt er í mólum fyrir fólki sem eru það ekki. Og augljóslega ég hef áhyggjur að á næstu dögum mun fólk byrja að svelta. Þú veist, að vera þarna upp í uppsveitum og er ekkert að fá aðstoð enginn að koma til þeirra. Þú veist, þannig að þetta er bara engu líkt, alveg fordæmalaus en ég held að það þurfi aðeins að breyta stefnu hvernig er að reyna að ná til fólks. Nú sá ég bara nýjustu dánartölur, ég held að sé eitthvað rúmlega 30 á Jamaica sem hafa látist. Það er kannski vanmetið, ég veit það ekki. Ég get alveg trúið því að það sé vanmetið. Vegna þess að ef að þessar tölur eru ekki komin til stjórnvalda, þá eru þau ekki með. Og eins og ég segir, það eru fólk sem eru dáin í uppsveitum hjá mér og fólk hafa enn erfitt að koma líkin í burtu. Þannig að þau eru ekki með. Og kannski fólk sem hefur týnst og fólk sem hefur ekki enn fundið og ég er með ein frænka sem við vorum að vera áhyggjur af því að við fengum að fréttir að húsið hennar áinn tók það. Þannig að bara og loksins hörum við frá henni og hún er náttúrulega fín. Í lagi, ekki beint frá henni en bara frá öðrum sem þekkir til hennar og sagði hún var í heila húfi. En nú ég veit að Íslendingar vita ekkert gríðarlega mikið Jamaica og þetta er svona
Þannig að mér langaði svolítið að fá þið til að segja mér aðeins frá Jamaica. Já, sko, Jamaica náttúrulega hérna fyrrverandi breska nýlendi. Já. Og við sem sagt erum ennþá náttúrulega óbeint undir Bretlandi. Bresku krónuna. Já, bresku krónuna. Og þarna erum við fengum sjálfstæði 1962. Já. En sem sagt í stað drottningin eða núna kongurinn að þá sett inn svo kallaður Governor General og hann fulltrúi breska breska konungríkisins þannig að sem sagt hans hlutverk kannski svipað og hlutverkið sem forseti Íslands gegna hér. Já, meira svona táknrænt og formleg en ekki endilega, þú veist, kannski forseti hér hafa aðeins meira hlutverk að skrifa undir lög en þú veist, hann bara þarna til að vera þeirra fulltrúi. Já. Og það náttúrulega mikið talað að við eigum að vera lýðveldi og partur af þessu með kostingar náttúrulega var nýlega og Andrew Holness orðinn forseti aftur, forseti ráðherra aftur segi ég. Já. En hann vill að Jamaica slíti alveg frá breska konungafjölskyldu. Já. Og það var svo samtalið við fólk sem bara við viljum ekki vera lýðveldi og þá spyr ég hvað lýðveldi og þau áttar sig ekkert á því bara það að þau skilja ekki hvað þetta og vildi bara ekki vera það og en sem sagt þú veist, það stjórnmál náttúrulega á Jamaica hefur verið kannski svona stormasöm í gegnum tíðina en aðeins búin að róa sig núna. Það 2 aðalflokkar sem þar. Það annars the People's National Party eða PNP og the Jamaica Labour Party þú veist, sem svona JLP þú veist, sem núna í ríkisstjórninni þú veist, og var fyrir kostningarna daginn. Hvernig eru þessir flokkar á pólitíska litrófinu? Já, ég myndi segja sko að PNP væri svipað sjálfstæðisflokkur hér, svona hægri sinnu meira. Já, svona íhaldsamari. Já, en þú veist, en á sama tíma, þú veist, ég held þú getur sett þið bæði í center, þú veist, bara svona, hvað segja, svona center, hægri, center, vinstri, þú veist, þannig og JLP sem við völd núna á að vera svona, kannski svona center, vinstri, þú veist, en þú veist, það sem kannski svona einkennaði mest að þetta bara svona fólk kjósa þeim ekki endilega út af þeirra stefnu eða það bara sem sagt hvað kallar þetta, bara svona ekki ættgang, heldur bara svona generational. Veist, ég kýs bara JLP af því fjölskyldunum mína, afa mínu ömmu og undan mér, þannig að fólk slíti aldrei frá. Þú veist, annarkvort þarna eða þarna. Þú veist ekki ennþá í dag af hverju þú ert að kjósa þú veist, hvað munur á milli þeirra. Svona eins og fjölskyldur bara. Já, í raun, sko. Þannig að þú halda bara í þínum fylgjendur og það byrja frá því hvað foreldrar þeirra og forfeðrum hafa kosið í gamla daga. Bara í gamla daga, sko. Þannig að þetta svona þannig sem að þetta hvað myndi ég segja, svona, myndi ég segja svona einkenna mjög mikið pólitíska lífið á Jamaica, eins og ég segir, ég veit svo sem lítið það meira en þetta, af því að ég fór náttúrulega frá Jamaica, ég kom hingað náttúrulega ég með langar að segja, ég eyði náttúrulega öll mín fullorðins ár á Íslandi, já, ég fór alveg þannig að ég hef ekkert beinlega verið að fylgjast með hvernig þetta en þú veist, að sjá hvernig þetta kannski svona deilu eða ósætti milli flokka að áhrif á því hvernig fólk að fá aðstoð, það svona... Já, það mjög slæmt, En þú veist, ég bara,
já, ég var mjög hrifin af því að sjá þetta hvernig þau voru að reyna að koma upplýsingar og framfæri og líka sem sagt að vera mjög skipulag í, við erum að biðja aðstoð fyrir þetta. Ég held ég að við séð í gær fréttir það að þegar við náðum að safna í gegnum þetta Support Jamaica, það eitthvað sem ég náttúrulega mæli með að fólk styrkja ef þau vilja. Það Support Jamaica, það eitthvað hlækkarna sem að stjórnvald að segja, ok, þú getur bara heita á þig hvað þú vill styðja fyrir mikið eða bara sérstak eitthvað sérstak, þú veist. Það allt frá því að kaupa rafhlöður upp í að kaupa rúm eða byggja hús, þú veist, þannig að fólk ræður hversu mikið eyrnamerkt fjármagn fyrir eitthvað svoleiðis aðstoð. Það er mjög góð ábending. Support Jamaica. Support Jamaica og ég kannski sendi þér hlækk af því og þú getur haft þetta bara með. Síðan náttúrulega Food for the Poor Jamaica sem verið að gefa fólk að borða og ég borgaði inn á það sjóð líka. Þú veist, en aftur ég alltaf bara, en hvað með mitt fólk? Þú veist, og þegar ég að tala mitt fólk, ég ekki að tala fjölskylduna mína, ég að tala fólki sem frá mínu svæði. Og það bara erfitt að vita til þeirra og því ástandi sem En þú veist, við náttúrulega höfum bara svona vonandi að þetta verður ekki hluti af þessu en þú veist að sjálfsögðu náttúrulega hefur Jamaica glímt við efnahagslega áskoranir bara alveg fyrir þetta fellibíl. Það var margt farin að lagast, get ég sagt. Og meðan sé glæpatíðinu var farin að lækka alveg verulega. Það var farin að byggja aðeins upp. Byggja aðeins upp þarna, sko. Það greiðalega misskipting. Já, það er það, jú. Og þess vegna hef ég erfitt með þetta, þú veist, af því þessi miðskipting, þú ert að sjá það líka útlutin aðstöðar og þannig að þetta kannski of snemma til þess að segja og mér langar að halda í vonina að það sé það sem að trufla frekar en fólk bara svona playing politics, þú veist, ég vona innilega að þetta sé það. En þú veist, spilling að sjálfsögðu náttúrulega hefur verið vandamál þar og þessi ójöfnuð út af þessi með miðskipting en sem sagt það eitt sem að við erum þú veist, kannski eitt sem að ég þekkir bara frá mínu fólki og þá ég að tala allir Jamaica búa, sko að við þrautseigja eitthvað sem að einkennir okkur og það náttúrulega glaðlynt fólk, þú veist að þrátt fyrir allt sem að gerast þarna, þú sér fólk ennþá með bros og vör og þau hafa, vonin ekki farin, fólk trúi því að þau mun fá aðstoð, jafnvel þó að það kæmi seint, þau mun fá aðstoð og flestir sem að ég sé fólk að tala við og það fyrsta sem þau segja bara ég misti allt en ég þakklátt fyrir að vera á lífi þú veist, þannig að þú heyrir þetta bara ítrekað og frá fólki frá fólkinu, þannig að ég svona og bara von góð ég leyfi mér að vera það þó að ég pínu hrædd hvað ég búin að vera að sjá en sem sagt samt sem að bara svona reyna að halda í vonina, þú veist, fólk almennt bara hlýtt og vilja hjálpa nágranna sínum, sjá mikið af þessu líka allir að koma til aðstöðar og þú veist þetta bara eins og fólki sem ég held að við séð ein ung stelpa þarna sem mamma hennar dáin úr fellibylinu og hún veit það ekki og ég held að hún gæti verið svona 3 ára eða eitthvað, hún skilur það ekki ennþá mamma hennar sé dáin en það bara nágranna sem hafi komið og tekið við hana þú veist að og þetta kannski einkenni því sem að ég þekki líka þú veist, þarna þegar ég var allast upp þegar ég var á mínum æsku árum að þá þetta var bara við alin upp af öllum, þú veist, bara allir taka þátt í uppeldi barnanna, þú veist, takes a village to raise a child, bókstaflega og fólk bara heldur í það, sko, þú veist ég þannig, þú veist, eins og þú þekkir væntanlega þá tónlist náttúrulega partur af okkar lífi stórt og jafnvel í þessu ástandi fólk næri nota sína rafhlöðu til að hlusta á tónlist á mjög erfiðum tíma lyfta andan akkurat, jú
Já, ég kynntist sjálf þegar ég bjó í Bretlandi frá 1992 til 1999 og þar kynntist ég innflytjendum sem höfðu komið með Windrush og þannig ég fæ alveg gæsahúð þegar hugsaði með mitt þetta Já, það er bara þeir halda í þetta element líka Jú, þú sér það bara í þessu eins og ég segi, ástandið og aðstæðunar eru þar erfiðar mjög en þú veist, þú heyrir samt bara fólk bara syngja og hlæja og bara reyna að lifa frá degi til dags en sem sagt, Það eru náttúrulega einhverjar orð Jamaica, hvað heitir hann out of many, one people Jú, passar, þetta er okkar slagur akkurat, eða úr mörgum eitt fólk eitthvað slíkt og það er kannski það sem að eins og fólki sem eru að hjálpast að þarna núna í dag sem koma víða að þeir tala það að finna sig eins og þau sé jamaisk þú veist, orðin og hafi fengið nýtt fjölskyldu af því þú veist, fólk þar eru bara, þú ert bara tekin inn strax og það var það voru einhverja konur sem hafi farið þarna frá Bandaríkjunum í eitthvað svona yoga retreat, þú veist og þær voru að gista í einhverja villu og þegar fellibylurinn náttúrulega yfir og starfsfólkið þar náttúrulega fóru heim til sín en það er bara allt eyðilagt hjá þeim þannig að þeir koma tilbaka þau ákvað sem sagt að fara heim og sækja fjölskylduna sína og gista þar af því þetta ætti að vera betri hús heldur en þar sem að þau búa og eigandurinn leyfðu það þannig að þú veist, við erum að tala þau sagðu bara kokkarnir garðyrkjufólki þú veist, hvað er þetta þjónar bara sem eru þarna þannig að allir koma aftur tilbaka með sína fjölskyldu og þau voru bara að gista bara stór fjölskyldu þarna að bíða þetta af sér en náttúrulega hann kemur og tók náttúrulega þakkið af húsinu hjá þeim og það er bara allir þar að reyna bara svona að lifa þetta af og þau voru bara allir hrædd en sem sagt þau sögðu bara hvernig þetta fólk hafi bara sett þeim einhvern veginn í fyrirrúmi að reyna að hjálpa þeim og róa þeim og þau voru þar bara nokkrum dögum eftir að hjálpast að þrífa og taka til og bjarga því sem hægt að bjarga og síðan fóru þær aftur heim en núna er þetta bara fjölskyldu þeirra af því þau hafi náttúrulega eitt tíma saman og mjög erfiðum stund og bara lífsreynsla að allir óttast hörmungar saman akkurat, fara í gegnum þetta þannig að þetta er bara þannig sem að þú veist, við erum náttúrulega valin sem hjálplegustu þjóð heims þú veist, og ég er að sjá það bara af fólkinu þar í dag hversu mikið sumir sem hafa ekki neitt er samt sem áður að reyna að hjálpa nágranna sínum þú veist, þannig þetta er svona alvöru samfélag þetta einkennir okkur alveg og á tímum sem þessu það er svona áminningum hverjum við erum að sjálfsögðu náttúrulega eins og má búast við það er náttúrulega óprúttir aðilar sem mun reyna að gera eitthvað þú veist eins og sumir hafa verið að stela af þessum vörum eða hjálpargögnunum þau voru bara að stela eitthvað af þessu þannig að þú veist, það kemur alltaf fyrir að slíkt fólk sé til því miður það er bara allstaðar en meiri hluta fólks eru bara þú veist að reyna að hjálpa öðrum og deila með sér akkurat bara frábært að fá þessa fá þig hingað og mér langar kannski líka bara að spyrja þig í lokum, nú kemur þú náttúrulega til Íslands sem, hvað varstu gömul það var ekki að spyrja konum Nei, en ég kom 18 ára og er náttúrulega 42 ára í dag þannig að þú veist, ég eitti öll mín fullorðins ára á Íslandi þú veist, en hvernig fannst þér að koma hingað, þetta eru náttúrulega menningarsjokk ég kom hápunkt veturins það var jólin og var að sjá snjó í fyrsta skipti og
upplifun það eitt var náttúrulega merkilegt í sjálfu sér sko og það að sjá sól og loksins sjá sól en það var snjór úti þannig að sjálfsögðu fór ég í stuttbuxum og stígvél og opnaði hurðina og bara lokan alveg hægt og rólega tilbaka og síðan var ég að spyrja pappastrákana mína á þessum tíma ég bara hringdi í hann og ég bara notabene ég ung og ég ekki vitlaus en engar síðu þegar þú hefur ekki reynslu af einhverju að sjá þetta náttúrulega í sjónvarpinu rómantískum bíómyndum það náttúrulega glimti að segja maður að snjórinn mjög kaldur þannig að ég hringdi hann og bara spyrja hvernig stendur á því að sólin á Íslandi virkar ekki þetta er besta spurning sem ég veist og þá sagði hann þá þarf ég að kenna þér eitt á Íslandi höfum við eitthvað sem heitir gluggaveður þú ert að fá þitt fyrsta gluggaveður og ég var ráður bara býti sól alveg á fullu að skína það kemur engin hiti frá hún þannig að þetta var upplifun síðan náttúrulega menningasjokkið að borða sumt af þessum matnum sem að mér finnst bara ég get ekki lífað á hann í dag það ekki jól fyrir mig án þess að ég sé að borða skötu sko og þannig að hver Íslendingur nú? Já, nákvæmlega, ég snert ekki skötu sko þannig að skammistilegt, nei ég verð að borða þetta, ég verð bara í COVID-inu sko eins og þú veist það var náttúrulega flest staðir bara lokaðir þannig að ég fer yfirleitt út reyna að fara að borða með einhverjum en þarna í COVID-inu að þá panta ég bara, ég man eftir því frá einum veitingahús sóti og maðurinn var að segja við mig að þú kemur ekkert inn í íbúðina með þetta og ég bara, jú, víst en ég var sett inn í herbyggi sér, lokaði af og borðaði mína skötu og síðan hann var svo kvikindislegur að hann fór út fyrir gluggan af því það gat séð inni og verið að taka mynd af mér bara mjög en ég var bara, mér er alveg saman, ég verið að fá þetta og en í síðastliðin ár hef ég verið að fara með strákarna til frænku þeirra og þannig að þau fái líka að hittast fransískennin og við borðum saman og spjalla og ég er mjög þakklátt fyrir það að halda í þeirri hefð sko. Get alveg sagt þér það að afi minn var látin elda skötuna sína út í bílskúr af því amma mín þoldi ekki lyktina af henni sko. Hann var að vestan en hún var úr Reykjavík úr bænum, bara of snabb fyrir skötu hún gæti ekki lyktina sko, þannig að hann var með svona hellu út í bílskúr en flestir gera það núna, það ekki bara elda þetta náttúrulega úti kom hann með þetta inn á disk nei, ég er með sérstaklega skötufatnað þannig að ég bara dustaði í ríkið á hverju ári þú ert bara all in í skötu og borðaði skötuna mína þegar ég kem heim þá fer ég bara úr því og fer beint í styrtu og því enginn fíla lyktina en ég sá ánægður strákarnir mínir, þeir borða þetta ekki beint en þeir mæta samt í skötuveisluna með mér sko. Já, ég er mannaði þegar að því ég bjóð í London og elsta stelpa mínu fæll þar og hún einmitt er pabbi hennar frá Jamaica en hún einmitt kom heim þegar hún var 3-4 ára og mitt fór hún í skötuveislu með mömmu minni sko. Henni fannst þetta mjög merkilegt lyktin ekkert sérstök en hún var bara glöð með þetta sko. En en þetta en hins vegar sko, fyrst við erum að tala um mat þá var ég alveg til að fá Jamaican mat, þegar ég var sem sagt fyrir fertugsafmælinu mínu þá fannst mér sko, þú veist ég hugsa um þetta að ég hef verið mjög lánsöm og ég segi það bara alltaf, þú veist, jú, auðvitað hef ég þurft náttúrulega að vinna fyrir mínu en ég held að Ísland hafi gefið mér bara mikið tækifæri til þess að blómstra og vera ég, þú veist, sá sem ég er í dag og ég er mjög þakklátt fyrir það. Og þú ert, fyrir þá sem ekki vita, þú ert lögfræðingur, ert þú ekki fyrsti erlendi ríkisborgarinn sem að tekur lögfræðiprófið? Já, fyrstu kona af erlendum uppruna út af Evrópu, þannig að en sem sagt í þessu tilviki að þá
sem ólst náttúrulega ekkert upp á Íslandi þá. Já, en sem sagt í mín þarna þegar ég var fertug að þá hugsa ég hvernig get ég gefið tilbaka til samfélagsins og þar vildi ég sem sagt heiðra fólk sem mér finnst hafi svona fólk af erlendum uppruna sem hafi verið að gera gott í íslensku samfélagið og hérna frá úr ýmsum áttum þannig að þú veist í viðskiptalífinu bara í félagslífið og bara menningu, íslenska menningu og eitthvað slíkt og hérna heiðraði þau fólk sem að mér fannst hérna hafi gert gott og eru mikið fyrirmynd fyrir börn af erlendum uppruna sem eru hér Íslandi, og hafi verið líka fyrirmynd fyrir mig þannig að ég heiðraði þeim og bauð sem sagt 200 manns í veislu það sem að ég var að elda jamæskan hérna veisla og þar var ég náttúrulega með jamæskan mat hérna alveg í 200 manna veislu og hérna Varstu með saltfisk? Nei, ekkert saltfisk í því en það var jerk chicken, það var hérna curry gate og það var hérna rice and peas og uxala eins og við eldum það það voru svo margir að spyrja mig hérna þetta var ógeðslega góð matur, má ég spyrja hvað var þetta og þegar ég segja þeim að þetta væri uxala fólk hefur aldrei vitað að það hægt að elda þetta með þessum hætti eins og við gerum og hérna þannig að þetta var sem sagt, ég átti von á kannski hérna einhverju 70 manns eða svo myndi mæta en bara svona stutt í veisluna þá byrja ég að fá fyrirspurn hvort að makar getur komið með í sögum tilfellum og síðan bara þessi og hérna og svo enda ég með eitthvað hérna 200 manns í veislu þetta var heilt þorp en ég hugsaði, veistu, þetta bara lítið við það sem að þetta land hefur gefið mér og mér langar bara sem sagt að deila jamæska menning með Íslandingum, kunningjar og vinum og fjölskyldu á þessum degi og líka gefa tilbaka til samfélagsins þannig að ég sem sagt stofnaði þá mentor verkefni sem snýst það að mentora þá krökkum af erlendum uppruna sem vilja kannski fylgja mín spor eða einhver annar sem þeim líti upp til hvort sem það að vera lækni eða lögfræðingur eða kokkur eða flugmaður, bara hvað sem það þannig að ég sem sagt hef verið með nokkur börn núna sem eru ég búin að vera mentora og það alveg dásamlegt þú veist að geta verið þarna til staðar fyrir þau þegar þau leita til mín og slíkt einmitt. Það bara frábært að minnast á það verkefni það heitir YOFAM Youth of Foreign Origin mentor einmitt það bara við hvetjum fólk til að kynna sér það sjálfsagt En Klódía, það hefur verið dásamlegt að tala við þig og ég bara vona að við getum kannski hóað í þig aftur og fengið fréttir. Já, bara takk fyrir. Já, algjörlega. Takk fyrir spjallið. Takk. Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið eftir handatakk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að reynsluboltunum hjá okkur. Þá leitum við til valikunnra Íslendinga sem og óþekktra og ræðum hér þjóðmálin og fréttir og tíðaranda með augum hins reynda Íslendings, svona flestir komnir af alléttasta skeiði en ég held nú samt að yngsti reynsluboltinn hafi verið 38 ára gamall hérna einhvern tímann. Þannig að það ekkert aldur skilyrði. En í dag eru gestir þáttarins góðir sem endra nær. Fyrstan ber að telja Boga Ágússon, vertu velkomin Bogi. Takk. Maður þarf nú ekkert að kynna þig, þannig að það bara nóg að segja Bogi mættur. Sigríður Ingadóttir, þú ert nú vel þekkt einnig hagfræðingur á BSRB, ekki satt? Jú. Já.
Velkomin. Takk. Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd. Gaman að sjá ykkur öll. Finnst ykkur að dagurinn í dag hafi verið stór fréttadagur? Löng þögn. Þá bendir Bogi bara á aðra fréttamaðurinn sjálfur. Ég þegar þú tala reynslubolt og tala einhvern gamalt fólk, í mínu tilfelli alveg rétt, ég kom á 8 ára aldur. Sigríður var svo þessi sem var 38 ára þá hún var að byrja. Já, það mér finnst hún kornung, kannski ekki barn, þó hún hafi kona mín sem var kennari, hún kendi henni á sínum tíma. Takk Bogi. Mér finnst þetta bara, mér finnst stjórnandi hann farið út á spórinni hér í upphafi. Ég vil segja Þér finnst þetta ekki að fara vel að stað. En varðandi fréttamorgunin þá ætla ég bara að játa það að ég fylgdist tiltölulega lítið með fréttum. Ég var mjög upptengin í verkefni og stundum það þannig að þegar maður kemst á skrið þá vil maður ekki hætta. Þannig að ég játa að fréttir þessa dags eru mér ekki ofarlega í huga. Nei. Björg Eva, þú ert nú í fréttum dagsins. Ég þetta snýst nú af verulega litlu leyti mig, en það að byrja loftslagsráðstefna í dag. Mjög umdeild. Og hún mjög umdeild og hvort að það frétt, það nú ekki alltaf mjög mikið að frétta af þessum loftslagsráðstefnum. Nei. En það allavega frétt hvernig þetta allt saman samsett, en nú eru bara allir dagar svolítið miklir fréttadagar. Búnir að vera í frekar langan tíma. Og það ekkert allt neitt sérstaklega góða fréttir, en það eru sumar mjög spennandi og það liggur eitthvað í loftinu. Já, ég er sammálaður. Það hefur ekki verið nein gúrka, ekki hér innanlands og nokkla stórtíðindi utan landsteinina líka, samanber kjör borgarstjónus í New York sem við kannski förum nú í á eftir og Bogi, þú þarft nú eitthvað að fá að ranta erlendar fréttir ef ég þekki þér rétt. Já, svona það sem ég fylgist helst með, en að því að Björg Eva og þið eru að tala loftslagsráðstefnuna sem réttilega mjög umdeild, það réttilega sagt, þá var Evrópusambandið þegar þeir eru sammála tillögur sem að sambandið ætti að verða sammála þetta átti að fara fyrir Evrópuþingið og í gær, þar sem slegið dálítið af þeim kröfum sem áður voru stefna Evrópusambandsins, og það aðalega vegna þess að Pólverjar og einhverjar aðrar þjóðir vilja ekki ganga eins langt, og til dæmis Svíar og Ítalir eru líka lítt hrifnir af þessu. Og ég horfði á fréttir sænska ríkisútvarpsins í gær, eins og ég gerir nú mjög oft, og þar var verið að fjalla þetta og var verið að ræða meðal annars við menntaskólanema og aðra, bæði unga sem aldna, þetta og spyrja hvort þeir hefðu trú á þessum markmiðum, og þar var einn fullorðinn, kannski ekki alveg af gamall og ég, sem að sagði hann hefði ekki sérstaklega trú á því að þetta myndi ganga eftir, og að baráttan við gegn loftslagsbreytingum hún bara gengi ekki vel. Og hvað viltu gera þá, spyr fréttamaðurinn. Já, hver eru þín viðbrögð við því, spyr fréttamaðurinn. Já, ég bara þakka fyrir að vera orðinn gamall. Þetta sem sagt Lúðvík XV, syndaflóðið kemur eftir minn dag. Le Deluge après moi. Oui. En það nú ekkert víst og það verða breytingar í þessu eins og öðru, og ekki spá ég neinum heimsendi þótt þetta gangi svona núna, vegna þess að það svo margt sem kemur inn á loftslagsmálin annað heldur en nákvæmlega hvað sleppt út mörgu og hvers vegna, og það svona oft verið að horfa á allar þessar tæknilausnir í kringum þetta þegar það verið að tala þennan vanda, og það einhvern veginn gerir þeim sem að vilja ekki trúa á vísindin og vilja ekki trúa á tæknilausnirnar, af því þetta svo óþólandi flókið, að þá verður svo einfalt að segja, sjáu þið bara, allar þessar tæknilausnir, þetta bara bull, við skulum bara hætta þessu öllu. En svo það náttúrulega þannig að það eru bara mjög margar aðgerðir sem að væru kannski ekki endilega loftslagsaðgerðir í sjálfu sér, sem myndi bara koma á meiri jöfnuði og myndi breyta þessu, hvernig þetta í dag. Og við vitum voða mikið hvað við eigum að gera. Það þarf að breyta viðhorfum, það þarf að auka jöfnuð mikið,
og þetta nú að því við ætlum nú aðeins að tala Ísafía, að það til við hæfi á loftslagsdegi að tala það. Við vitum til dæmis öll að við viljum hafa góðar almenningssamgöngur út á Keflavíkurvöll. Þetta bara náttúruvernd, þetta loftslagsmál og þetta virðist ekki vera hægt. Það alveg óskiljanlegt og svo kemur bara einhver Sveinbjörn og segir að það sé ekki hlutverk Ísafía að huga að einhverju almannaþjónustu. Hann bauð Strætó að taka þátt í útboði. Sko, Ísafía fyrir mér hefur orðið að einhvers konar ríki í ríkinu sem að virðist algjörlega stjórnlaust eða stjórnast einungis af því að græða sem mest, afla sem mestra tekna og þetta fyrirtæki í eigu almennings. En það að það sé eins og við hjá Ríkisútvarpinu höfum nú lengst af reynt að hafa okkur að vera í almannaþjónustu, það virðist ekki vera mjög ofarlega á blaði hjá Ísafía. Og mér finnst sko bara frómt svo sagt, flugstöðin, hún með allra leiðilegustu stöðum sem ég kem á. Og eru þó flugstöðvar almennt og flugvellir almennt ekki mjög skemmtilegi staðir að dvelja á. En þessi hér á Íslandi, hún er ekki sérmennandi, hún er alveg ofboðslega dýr, það alltaf alveg ofsalega dýrt þar. Og mér virðist ég hafa tekið eftir því að það færri sem að versla í fríhöfninni þegar fólk að koma. Og ég skil það ósköp vel, ég löngu hættu því, vegna þess að það allt miklu dýrara, ef þú ætlar að kaupa sælgæti, þá það ódýrara í bónus heldur en fríhöfninni. Já, mér finnst sko svolítið hrókafullu viðbröðin þegar kemur einhver gagnrýni fram, þá því svolítið svara með hróka. Og ég held að þetta sé ekki eina ríkið í ríkinu. Ég held að við séum svolítið að upplifa það núna á fleiri en einni vígstöð að séu svona aðeins og mörg ríki í ríkinu. Það kann vel að vera. Já, ég held að sko ég hef ekki einhvern veginn rosalega mótaða skoðun á þessu, en ég algjörlega sammála því að það mjög fátt sem aðlaðandi þennan flugvöll. Og svo það þannig eins og talandi þessa samgangu til og frá vellinum að þegar maður að koma til landsins þá þarf maður að fara einhverja ránkalla, það ekki einu sinni þeir eru framkvæmdur og það ekki einu sinni almennilega merkt hvert þú átt að fara og finnur einhverja rútu og svo býður bara þangað til að búið að fylla nógu marga til þess að hægt sig að keyra í bæinn. Svo höfum maður verið fyrir fólki sitt kannski að sækja það til þess að losa það undan þessu, en það líka orðið meiri háttar útsjóna sem að átta sig á hvar maður má leggja, hvernig maður á að borga fyrir bílastæði, en ég hef bara þessa persónlegu reynslu og mér finnst þetta ömurlegt og einhvern veginn svona sýna hvað við berum litla virðingu fyrir sjálfum okkur, að við getum ekki haft þessa hluti í lagi og eins og þetta sannarlega fyrirtæki almannaþjónustu, þetta OHF fyrirtæki, og maður hugsa að þar til bær stjórnvöld ættu nú líka kannski eitthvað að blanda sér í það að tryggja að það sé hægt að komast að þessum alþjóða flugvelli. Já, Þóroddur Bjarnason, félagsfræðiprófessor, segir að helsti flöskuhálsinn þegar við ákveðum ferð til útlanda, hún sé Keflavíkurflugvöllur, hún sé þessi leggur. Já, því maður alveg vanuð því erlendis að þurfa að borga fyrir einhverja lestar eða öfluga samgöngu frá flugvöllum, en ég meina hér þetta mjög hátt verð og mjög léleg þjónusta. Og þú endar einhver staðar þarna á BSI og það ekki svona, þetta ekki, það eru margir svona óþægilegir þættir í þessu. Þessum eru miklu fleiri bílar líka á göttunum út af því að ferðamenninni þeir taka bara bíl út á velli strax sem þeir myndi ekki þurfa að gera ef það væri almennilega samgöngu. Þetta hreint umhverfismál. Þetta umhverfismál. Þeir flugvellir sem að ég fer mest ellendis, þar eru mjög góðar almenningssamgöngur til og frá völlunum, bæði í Kaupmannahöfn og í Stokkhólmi og á viðráðanlegu verði, en því ekki að heilsa hér á Íslandi. Er það ákveðið hugleysi og skortur á framtíðarsýn að við bara saminumst ekki hraðlest á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur og hérna sem yrði knúin með vistvænum hætti? Ég hef nú séð útreikning á því að ég bæði með og á móti. Ég held að þetta
Ég mætti alveg byrja á venjulegum strætó. Já, ég held að það væri einfaldar að sko, fyrsta skrifið væri að færa strætóstoppustöðuna sér og Keflavíkurflugvelli aðeins nær og gera hana sýnilega. Ísafía segir að það séu merkingarinn. Ég var einmitt núna, bara fyrir nokkrum dögum, að akkurat eins og Sigríður Ingibjörg var að segja, sko, að sækja og keyra og ég var svona að skíma eftir þessari strætóstoppist, ég gætt hvergi síðan. Nei, Vitið þið hvað hún er? Þeir eru með algjör og þekki engan sem hefur tekið strætó. Nei, einmitt. En böndin berast af fleiri stofnunum en Ísafía og til dæmis Moggin er með í dag saksóknari sætti kærum og eftir því sem upplýsingum hefur undið fram í dag þá það er nú svolítið mismunandi sko hvað hefur komið fram þetta en það er mikill vandi í öllu falli hjá ríkissaksóknara. Þar hefur verið slæmt ástand undanfarið, þar eru ásakanir alls konar áreiti og mjög vond samskipti og menn fara í frí og skrifa samt harðar greinar og Var það ekki Ríkisendurskoðun? Jú, já, er ég að blanda saman embættum. En í þessari kæru hér, í þessari frétt hér og þeirri frétt sem hefur verið sett fram í dag, þá sem sagt, má alveg stilla upp spurningamerkjum við það að fólk þarna sé í ástandi til þess að vinna vinnuna sína hjá saksóknara. Ég held að þú ættir að byggja kannski umræðu á þetta á öðru heldur en frétt Moggans. Já, því er sammála. Ég held að þú til dæmis ættir að hlusta á hádegisfréttirnar í útvarpinu eða skoða hvað hefur verið skrifað á netinu þetta. Mér skilst að þetta sé mál einstakling sem að ég bara ætla ekki að vera að ræða hér á opinberum vettvangi. Þetta er viðkvæm einkamál sem að ég held að sko það má kannski ræða mál ríkissaksóknara og önnur vandamál sem hafa verið þar en þarna held ég að sé ekki eitthvað sem er kerfislegt. Ég segi það líka og þegar ég las þessa frétt í morgun en ég heyrði ekki fréttir RÚV í hádeginu en þegar ég las þessa frétt þá hugsaði ég mikið er þetta skrítin frétt. Já. Það var allavega mín viðbrögð en ekki mikið er nú allt agalegt þarna hjá ríkissaksóknara, ég hugsaði það ekki heldur ég hugsaði hvað eru þeir að hugsa þarna upp á Morgunblaðinu núna? Eru þeir í einhverjum sérstakum leiðangri fyrir Helga Magnús sem nú er orðaður við miðflokkinn í borginni? Já. En við erum eiga síður með þessar væringar þarna og hvað sem er satt og logið. Við erum með ríkisendurskoðanda og við erum með ríkislögreglustjóra sem hefur svona tekið mest plássið undanfarið og í morgun á Alþingi þá var dómsmálaráðherra að svara fyrir hvar það mál stæði og það verður nú ekki annað séð af hennar viðbröðum en að hún ætli bara að taka stórt skref þótt hún sé ekki ennþá búin að segja hvaða skref hún tekur. Finnst ykkur blasa við að Sigríður Björk hætti störfum að minnsta kosti tímabundið á meðan kannski eins og Gísli Tryggvason lögmaður sagði hér við Rauðaborðið í gær á meðan framfari rannsókn á fjármála óreiðu innan embættisins. Það eru til lög það að það er hægt að víkja höfuði stofnunar tímabundi frá og rannsaka málin. Hver er svona tilfinning ykkar gagnvart framhaldi þessa máls núna? Gamlir fréttahaukar 2 og 1 þingmaður fyrrverandi. Sko ég ætla að byrja á því að segja að sonur minn er aðstofamaður dómsmálaráðherra. Ég hef enga innsýn í gegnum hann í þetta mál en mér finnst erfitt að tjá mig það. Af því að margir gætu haldið að ég hefði það og ég ætla ekki að gera þeim það. Bara það er mjög eðlilegt og góð afstaða finnst mér. Mér finnst tímabundið, ég held að bara annarkvort þá hættir hún eða þá hún hættir ekki og ef hún hættir ekki þá þarf dómsmálaráðherra að taka einhverja ákvörðun hugsanlega fyrir hana. Og það væri þá þriðji svona embættismaðurinn sem að hætti snögglega á hennar vakt
Þannig að það er líka alveg sérstætt sko. Það víst starfsloka sem hafa verið gerð annars vegar sýslumannin á Suðurnesjum. Já, og svo Helgi Magnús. Og þessir tveir eru núna báðir orðaðir við framboð í Reykjavík í einhverjum slúðurfréttum sem bara pínlítið fyndið. Já, ég sá það saman á mynd. Ég veit ekki hvort að lögreglustjóri bætist í þann hóp, en ég myndi ekki halda að það væri eitthvað svona tímabundi, ég myndi halda að það væri bara annarkvort eða í þessu máli. En sko, ríkislögreglustjóri, það bara svar í gærkvöld og það eru fréttir það í dag, að það sem að ríkislögreglustjóri viðurkennir að viðskipti embættisins við þetta fyrirtæki Intro-ráðgjöf hafi rýrt traust til embættisins og hún harmar þau mistök sem hafa verið gerð í tengslu við það. Og svo segir hún, sem eðlilegt að það sé unnið að bæta verklagið og gerð samninga. En þetta svar ríkislögreglustjóra við upplýsingabeiðni í dómsmálaráðherra og það barst í gærkvöld og var svo birt í morgun. Þannig að þetta mál maður veit ekkert hvernig það endar. En ég vil taka það fram að það er mjög margt í embættisfærslu Sigríðar Bjarkar sem ég var mjög hrifinn af. Þegar ég heyrði fyrst af henni sem lögreglustjóra á Suðurnesjum þegar hún var að breyta áherslum embættisins, taka alvarlegar hluti eins og heimilisofbeldi og annað slíkt. Þetta fannst mér vera mjög til fyrirmyndar. Ég þekki bara síðan ekki til, ég meina það náttúrulega, hins vegar finnst mér fáránlegt, svo ég segi bara eins og það fáránlegt að eiga viðskipti af þessari stærðargráðu við einn aðila, einsmannsfyrirtæki án útboðs og alls, enda hefur ríkislögreglustjóri viðurkennt að það hefur verið mistök. Já, þetta eiginlega meira mistök, þetta virðast vera brot á reglum. Það hef ég ekki hugmyndum. Já, það stjórnsýslusérfræðingar hafa haldið því fram. Já, það getur vel verið að þeir haldið því fram. Ég ekki stjórnsýslusérfræðingur, ég ekki lögfræðingur, þannig ég get ekki metið að þannig. Mér finnst þetta hins vegar verulegt dómgreindarleysi. En eins og kemur fram í þessari yfirlýsingu þá hefur hún viðurkennt að þessi viðskipti það hafi verið mistök í tengslu við þau og hún harmi það að þau hafi rýrt traust til embættisins sem þau hafa alveg án efa gert. Já, það sem allt annað tónn en til dæmis þegar Jóhanna Vigdís ræddi við hana í beinni útsendingu rétt eftir að Helgi Seljan og Freyr Gígja skúpuðu þessu máli, þá var bara ekkert að. Og hún sá ekkert aðtöðavert við þetta. Þetta svona sársaukafullt ferli, maður hefur séð svona áður. Já, en mér langar að segja eitt í sambandi við þetta, óháð þessu máli, að því ég starfa fyrir BSRB og þar innan vébanda okkar eru stéttarfélög, 19 stéttarfélög opinberra starfsmanna. Já. Og það mikil umræða sem hefur verið sérstaklega hálfu viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins opinbera starfsmenn, hvað þessi dýrt og hvað séu margir og hvað veit ég. Svo gleymist mjög mikið í umræðinni að nú ég að fara með tölur, ef þú tekur, ef við segjum að laun ríkisstarfsmanna séu 350 milljarðar á ári alls, þá eru opinber innkaup á vörum og þjónustu og inn í því þjónusta sem þú hefur útvistað, hvort sem það sem fólk að starfa utan vébanda ríkisins en fyrir ríkið og það 2/3 hlutar af, þú veist, ef þú tekur launakostnaðin þá kostnaðurinn við þessi kaup og vöru og þjónustu, hann ekki jafn mikill en hann 2/3 hlutarnir af launakostnaðinum. Og það til dæmis útvistun á ræstingum eða útvistun á þjónustu til fyrirtæki eins og hjá ríkislögreglustjóra og bara út allan bæ. Verið að kaupa ráðgjafa þjónustu og svo þetta líka verið að kaupa vörur. Þarna augljóslega, við erum að fá endurtekið upplýsingar hversu lítið eftirlit með þessum gríðarlega stóra þætti. Það verið að hafa áhyggjur af því að það sé ekki hægt að reka ríkisstarfsmenn. Ríkisstarfsmenn eru bara víst reknir og það sýnt fram á að það áminningar eru nýttar af þeim stjórnendum sem eru bærir að sinna stjórnunar hlutverki sínu. Þar þú veist hvað fólk að vinna í vinnunni en við erum ekki, af því við
og nú ætla ég ekki að segja, við erum bara lítil land og lítil stjórnsýsla og eftirlit flókið. Ef þú ætlar að útvista þjónustu, hvort sem að það læknisþjónusta, ræstingaþjónusta eða ráðgjafaþjónusta verkferla eða snjómokstur, þá... Það skulum ekki tala snjómokstur. Nei, við skulum ekki fara þangað. Nei, sko, og mér finnst sko, sem útvörður og opinbera starfsmanna, þá held ég að við ættum kannski í ríkara mæli einmitt að beina sjónum okkur að því. Hvað erum við að fá fyrir peningarna sem að við erum að kaupa þjónustu fyrir? Og þannig að það er bara ágætt tækifæri að minna það. Og það var kannski einmitt líka sorglegt í þessu máli að fólk fór að hugsa bara það sem þetta einsmanns fyrirtæki var að gera. Var það eitthvað svo mikilvægt í störfum lögreglunar? Nei, þetta er í besta falli farsi, bara sem maður segi þá mannamáli. Besta falli farsi, þessi innkaupasaga og þessi starfsaga. En hérna, ég ætla þá að víkja umræði aðeins að, já, viltu segja eitthvað? Ekki þetta, því að sko, ég er búin að vera fréttamaður í næstum hálfa öld. Björg var nú mjög lengi í þessu business líka og sko við vitum það að sko fréttir eru það þegar að hlutinni gangi ekki sín vanagang. Eitthvað er ekki eins og það var og breytist og annað slíkt og auðvitað í eðli málsins samkvæmt verður það oft neikvætt. Þannig ég ætla bara svona aðeins að skjóta inn að það eru líka jákvæðar fréttir og það er mér sér óvinni mikið af jákvæðum fréttum sem eru á Íslandi. Ég ætla bara að minna á það til dæmis að í gæra þá var verið að afhenda íslensku menntaverðlaun sem sko, þú veist, af því jákvæða sem að gerast í íslensku skólastarfi. Ég náttúrulega sérstaklega máttinn á því að skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar fekk verðlaun fyrir framúrskarandi skóla eða mennta umbótastarf. Já, mjög skemmtileg menningafrétt. Já, það er bara og alla þessar fréttir, ég hugsa sérstaklega það vegna þess að 12 ára dóttursonur eru að bærja trommur að í hljómsveitinni. Já, skemmtileg. Einn af mörgum, þetta er mjög stór hljómsveit og mjög gott starf. Já. Og svo það stóru jákvæðu fréttirnar, er það ekki? Ætlaðu ekki að tala bandarísk stjórnmál? Jó, við getum það kannski seinna, sko. Eigum að fara þangað bara núna? Við getum líka nefnt að ég sitja nú hérna með iPad-i minni, ég er að sjá að það er að koma fréttir það, bæði frá sænska og norska ríkisútvarpinu að RSF-samtökin í Sómalíu sem hafa staðið í uppreisn og borgarastyrjöld og skelfilegum atburðum og hryðjuverkum, morðum núna undanförnu og raunir undanfarin ár þar sem ástandið í Sómalíu er hreint skelfilegt að þau hafa samkvæmt þessum fréttum fallist á vopnahlé og það út af þessi eru mjög góða fréttir ef af verður en við vitum með vopnahlé í svona átökum að þau eru mjög brothætt eins og á Gaza til dæmis. Já, heldur vonandi betur en á Gaza. Viltu tala um Ameríku? Já, ég ætla að fara hérna í kjör þessa merkilega manns sem nú er borgarstjóri, ungur, róttækur, vinstrisinnaður maður. Er þetta beinlinis bara svona ansvar við Trump eða hvernig lesið þið í þetta? Bæði og þannig kannski kjör hans er dálítið sérstakt hann svona það má ekki gleyma því að maðurinn sem sko aðal keppinautur hans að því að í New York, fólk í New York er svona frekar til vinstri og það hefur verið sko alveg stórkostleg tíðindi og þeir hefur tekið upp á því núna að fara að kjósa republikana en þetta var eiginlega sko keppnin innan demokrataflokksins og þar er sko Andrew Cuomo sem er fyrirverandi ríkisstjóri, hann hrökklaðist úr því starfi vegna hneykslismála og brotaði starfi, það eru á honum 17 ákærur kynferðisbrot en hann er nú kannski ekki það stærsta þannig að hann á kannski engan stóran séns gegn sko því sem eiginlega hvernig sem var og svo hjálpa til frekar já, akkurat sko en sko það verður náttúrulega bara að segjast eins og að þessi ungi drengur 34 ára gamall eitthvað svoleiðis Zoran Mamdani hann er nú margir sem hafa borið nafn hans vitlaust fram
í Bandaríkjunum sérstaklega, pólitískir andstæðingar, að hann mjög svona sjarmerandi, hann mjög mælskur og hann á auðvelt greinlega með að svona fylgja fólki sig og á bandaríska mælikvarða hann náttúrulega gólandi róttæklingur, kommunisti segir forsetinn, en Bandaríkjamenn hafa náttúrulega alltaf önnur viðhorf til svona hluta heldur en við. Heilbrigðiskerfið af kona sem ég hitti í Boston fyrir fjöldamörgum árum sem sagði eftir að ég hefði sagt aðeins af hvernig heilbrigðiskerfið á Íslandi væri, þá sagði hann bara but that's socialism. Já, og hlýtti sér fína velferðarkerfinu sem þú ætlar að segja frá. Já, en sko það sem að mér finnst kannski eiginlega meiri tíðindi heldur en að demókratar hafa unnið í New York að eru konurnar sem að unnu ríkisstjórnarkosningarnar í Virginíu og New Jersey. Þær eru báðar á miðju demókrataflokksins og þær eru svona alveg típiskar konur sem að geta höfðað til republikana því að önnur þeirra fyrirhandi sjóliðsfóningi, hún var þyrluflugmaður í flotanum og hinn var í löggunni og svo CIA-agent. Þannig að sko ég held í raunverulega að framtíð demókrataflokksins þó að margir vilji og mörgum finnst það ógulega gott og sniðugt að einhver svona róttækur vinstrimaður hafi náð kjör í New York, þá held ég að það væri miklu sniðura fyrir demókrata að halda sér nær miðjunni vegna þess að Mandani, hann gæti sko fælt fólk frá ef að það væri einhver sem væri honum líkur í forsetaframboði þegar það kemur á næst. Ég held að það væri miklu sko, New York ekki Bandaríkin. New York borg það ekki sko, og afstæðan sko þegar þú ert komin inn í Nebraska eða eitthvað svolítið, það bara svolítið gjörsamlega allt öðruvísi og jafnvel í New Jersey og Virginíu. Það sem að demókratar unnu mjög góðan sigur núna. Það sem mjög athyglisvert líka það að þeir sem hafa sem eru skráðir repúblikanar, kjörsóknar þeirra lítil. Og það segir dálitla sögu, segja fréttaskýrendur sem ég að vitna í, það að ýmsum þykir nóg komið af þeirri stjórn sem að fer með völdi í Washington núna. Já. Sigríður Inga, við sem höfum fylgst með bara ég ætla að tala mannamál eins og ég vanur að gera bara skelfilegum uppgangi virkja Trump og árásum hans á lýðréttindi og mannréttindi og bara lýðræði og endalausum duttlunga háttum hvað varðar utanríkismál og fleira. Það svona maður finnur, bara svo ég tala fyrir sjálfa mig, mér finnst ég valdeflast pínlítið bara við þetta kjör og kemur svona einhver góð tilfinning. Já, sko ég alveg sammála því í gærmorgun þegar ég var að lesa fréttirnar að hann hefði sigrað sem að þetta stemdi allt í, þá fann ég fyrir bæði svona blöndu af sko létti og gleði. Það var eitthvað svo, hvað var gaman að fá góðar fréttir frá Bandaríkjunum. Og spárnar skildu rætast, maður var aldrei alveg viss. Já, og maður hugsa sko, ég var búin aðeins að vera að fylgjast með honum og var að skoða í gær svona hans viðbrögð og menna hann augljóslega einstaklega hæfileikaríkur maður og maður vonar að ganga, ég menna þetta ekki verkefni sem að ég myndi vilja taka að mér, þetta verður rosalegt held ég, en ég alveg sammála boga það að sko mér finnst AOC frábær, ég veit að hún sko, ég held, sko það vandinn með Bandaríkjamenn að ef það á að vera demokrati þá þarf það helst að vera Biden, auðvitað var Obama þarna á sínu tíma, sú típan eins og Biden, en hins vegar vitum við eins og AOC, ég bjó út í Bandaríkjunum þegar hún kjörin inn í fulltrúadeildina 2018 og hún á nokkrum mánuðum þá var hún heimsþekkt. Af því hún var bara svo heillandi, hún var svo vel að sér, hún talaði svo skýru máli fyrir bara mannréttindum og sko mannréttindum í merkingunni að allir hefðu til hnífs og skeiðar og byggju við einhvers konar reisn og sko, þannig að þó að ég sé sammála bóka þá velti ég líka fyrir mig sko, ég meina það eru mjög Bernie Sanders, Elizabeth Warren, AOC, ég meina þetta eru mjög sterkir stjórnmálamenn og demokratar hafa aldrei í sko eins og forsetakosningum gefið kjósendum sínum valkost þessa tegund frambjóðanda. Þannig að ég sko
Það svo, ég sammála, en ég útiloka ekki samt, þú veist, af því að ég held eins og Kamala Harris, ég meina þetta gekk ágætlega hjá henni, en ég meina hún ekki, henni gekk ekki, hún fór þarna í primaries 2000, fyrir kosningarnar 2020, hún þarna að bjóða sig fram, þau eru þarna í 2019, það gekk hvorkin í rak hjá henni, hún var ekki vinsæl í Kaliforníu, þú veist, þannig að hún var ekkert sérstaklega góður kandidat, en auðvitað bara út af því að Biden neitaði að horfast í augu við hið augljósa, þá sett hann flokkin sinn í þessa hræðilegu stöðu og landið sitt, en ég allavega á þessum tímapunkti allavega ég bara, mér finnst þetta svo innilega gleðilegt, og ég held, og það kannski líka það sem maður hefur áhyggjur af og það sem maður greinir meira og meira, þetta náttúrulega langt gengið í þessum Evrópuríkjum, við finnum þetta hérna, það þessi skautun og þetta svo vont ástand að búa við, að við förum að skipta okkur upp í fylkingar og það einhvern veginn, það fylgir því ekkert engin von. Það svo eiginlega svolítið tekin von af fólki, hvoru megin hryggjar sem þú stendur í þeirri skautun og þetta fer að verða svona einhvers konar andlegt stríð og auðvitað pólitískt stríð með öllu því sem því tilheyrir. Þannig að ég var ótrúlega þakklátt. Varðandi þessar skautun, þá viljum við sem rétt, maður hefur heyrt sögur af því í Bandaríkjunum að þar umgengst fólk ekki út af pólitískum skoðunum. Að Þórdís Kolbrún, hún var að nefna það daginn þegar hún var í viðtali á morgunvaktinni að þingmenn á Íslandi, þeir rifust í þingsal og í nefndastörfum en þeir gæti alveg setið saman til borðs í matsal þingsins og þannig að þessi persónlegu samskipti eru ekki komin á þennan stað á Íslandi og það náttúrulega mikið fagnaðarefni. Já, en þetta borgarstjórakjör ógulega spennandi og það ekkert alveg eitt og sér, það ýmislegt að breytast víðar, þannig að pólitíkin að breytast að hluta til að koma meiri skautun og róttækir flokkar á báða enda eru að sækja sér veðrið en það líka bara út af því að ekki þó hér innanlands, hér vinstri bara einhvern veginn farið, horfið. Já, það ekki mikið að frétta því í bili hérna, hvað sem síðar verður, en hins vegar svona, það breytingar enga síður hérna og maður veit ekkert alveg hvert að leiða. Svo horfir maður bara á eins og til Norðurlanda þar sem að flokkurinn allra lengst til vinstri enhetslisten líktur út fyrir að verða stærstur í borgarstjórnarkosningunum þar, það frekar mikla fréttir og svo sá maður nú að hann þannig Gert Wilder aðeins tekið nú sambandi og þótti nú flestum gott en hann ennþá mjög stór. Og það má, það svona tilflutningur á fylgi til annar. En það kannski ekkit allt stóra fréttir en það breytingar. Já, en það í Hollandi voru tilflutningur á fylgi til annars flokk sem ekkert algjörlega óskildur flokki Wilders. Kannski ekki alveg eins agalegur. Nei, kannski ekki, ég þekki ekki hollensk stjórnmál þannig að ég vilji fara að tala það. Ég læt byrni það eftir í Brussel, Malmquist. En kannski lærdómurinn sá þegar kreppir að og þegar svona afkomu möguleikar okkar skerðast með einhverjum hætti, það stríð í staðan fyrir friður handa við hornið að þá svona stökkum við á aðeins róttækari lausnir við svona þeir pólitíkusar sem að virðast vera að hasla sér völl núna, það eru svona menn með svolítið ákveðna rödd og kannski kjör nýja borgarstjórnans í New York eitt stakki því mengi. Þá ætla ég að fara hingað heim í hagfræðimálin og efnahagsmálin. Hún sérstaklega umræði í morgun á Alþingi, hún var svona klassísk hvað það varðaði að stjórnarandstaðan segir ríkisstjórnin ekki að gera neitt og ríkisstjórnin segir jú, við erum víst að gera eitthvað en þið skiluðu svo vondu búi að þess vegna gengur þetta ekki hraðar en það gerir. Ég ætla að vitna í Þorstein Pálsson sem að fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra sem að enn held ég titlar sig sem blaðamann í símaskráni
sem okkur Boga finnst fallegt og þér líka, Björg Eva. Og hann sko náttúrulega ESB sinni og tengdur Viðreisn, en ég hjó eftir í grein dagsins hjá honum á Eyjunni, þar sem hann að fara yfir sviðið, að hann segir krónuna að hún sé bara þannig að hún muni kalla á þrefaldar raunvexti umfram það sem að við getum borið okkur saman við í nágrannalöndunum. Og þrefaldir raunvextir á við það sem að samanburðarþjóðir okkar hér njóta hreinlega ofslígandi fyrir marga foreldra sem að eiga bara börn sem nálgast tvítugt, að ég held að sé raunveruleg samkeppni íslenskt ungt gott fólk bara að flýja land út af þessum húsnæðismálum, út af þessum hávöxtum og öllu því við hinn sem að höfum kannski vanist í að borga húseignin okkar 3-4 sinnum og höfum notið húsnæðisöryggis við svona einhvern veginn komist í gegnum þetta. En þetta tengist náttúrulega líka að einhverju leyti sko útspili bankana í kjölfar Hæstaréttardómsins í vaxtamálinu og svona. En Sigríður Inga, ertu sammála Þorsteini Pálssyni á meðan við verðum með hann gjaldmiðil sem að hann segir bara, hann ekki burðugur, hann stenst ekki kröfur, að þá sitjum við uppi með þessa hryllingsvexti? Sko, nú bara ætla ég að taka það fram að ég rosalegur Evrópusambandssinni. Ég það ekkert sérstaklega út af evrunni. Ég það bara svona hugmyndafræðilega. Ég tel að við eigum að vera hluti af samfélagi Evrópu þar sem við ráðum okkar og höfum áhrif á þau mál sem við erum að innleiða hér. Þannig að svo það sé sagt. Já. Varðandi evruna sko, ég held að við erum lítið opið hagkerfi, mjög háð útflutningi. Við erum með svona auðlindadrefin hagkerfi sem kannski svolítið ólíkt þessum iðnaðar hagkerfum Evrópu. Sko, það mun þetta hafa áhrif hér á vaxtastig ef við innleiðum evruna, en það mun líka hafa áhrif á getu okkar til hagstjórnar. Og ég ætla ekki, sko ég man þegar ég bjó í Svíþjóð hér aldamótin, eða eitthvað tíman upp úr aldamótum, þá var umræða það hvort að Svíar ætti að fara inn í evruna, þeir hefðu ákveðið að gera það ekki og það voru nú, ég man ekki hvenær síðasta atkvæðagreiðsla var en það féll að Svíar ákveða að fara ekki inn í evruna. Þá var nú hagfræðingur sem ég var mjög hrifin af, hann var endar hægri sinnaður og ekki, við vorum ekki, en hann var mjög skýr og hann hafði unni mikið fyrir stjórnvöld og það var alltaf gagn að því sem maður fekk í hendurna sem hann hafði komið nálægt og hann var með svona umræða, hann var mikill Evrópusinni. Og hann fór yfir rök með og á móti fyrir Svía sem allt annars konar hagfræði og allt annars konar hagkerfi en samt mjög útflutningsdrifið og hans niðurstaða var svo að það væri margt sem væri jákvætt, það væru aðrir þættir sem væru neikvæðir og í raun og veru væri þetta bara tilfinningaspurning. Nú veit ég að margir eru örugglega ósammála mér það, en ég held að það að skipta gjaldmiðil sko það sem myndi held ég hafa mest áhrif á okkur allavega sko við erum með náttúrulega svo mikið fákeppni samfélag. Já. Og það held ég að myndi skiptast breytast verulega sérstaklega líka bara því að Íslands króna svo óþægilegu gjaldmiðl því það þekkir hann enginn, hún óstöðugur gjaldmiðl, þú nennir ekki eiga viðskipti í gjaldmiðlum sem að þetta pínulítil markaður sem skiptir engu máli og með eitthvað gjaldmiðl sem þú skilur ekki. En hún ekki ónýtt að þínum mati? Nei, ég myndi ekki segja að krónan væri ónýtt. Hún ekki stjórntæki og svo það spurning hvort að þeir sem að nýta hana sem þannig stjórntæki eru ónýttir eða ekki. Já. En eftir sammála eða ósammála staðhæfinguna og meðan við erum með krónuna þá erum við með þrefalt hærri raunvexti heldur en nágrannalöndin sem að nánast gerir bara hér óbyggilegt fyrir skuldugt fólk að vera. Ég hvorki sammála mjög ósammála, skilur. Mér finnst sko það mjög
það alltaf aðstæður í hagkerfum, hver okkar viðskiptaríki, hvað veist, við höfum ekki verið að ræða, ég meina þegar við vorum að reyna sækjum aðild, eða þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu og vorum í viðræðum, þá var náttúrulega mjög mikið gjaldmiðla umræða hér, en við erum nýbúin að fara í gegnum gríðarlegt efnahagshrun og heldur betur að taka skellinn, en sko, ég myndi bara vilja sjá einhverja svona góða greining á því. Ég hef ekki svona í hryglingunni alveg tilfinningu fyrir, þú veist, það svo, ég held að það ýmislegt, við erum til dæmis líka með rosalega verðtryggt kerfi og þetta tengist lífeyriskerfin okkar, þú veist, það eru mjög margir angar á þessu. En þessir háu vextir núna á sama tíma og hagkerfið að kólna, við erum með áföll í atvinnulífinu, við erum með heilmiklar uppsagnir hér og þar og samdráttur virðist vera í kortunum, engin loðna þetta árið og fleira. Að er það ekki mótsögn? Jú, við erum náttúrulega, en þú veist, Seðlabankinn er náttúrulega að horfa á verðbólgu og við erum í vanda með verðbólgu. En ætti hann að skoða eitthvað fleira? Hann náttúrulega bara þetta eru lögin, sko. Ekki að ég sé að hann hefur önnur stjórntæki heldur en bara stýrivexti til þess að reyna að hafa áhrif á vandamál. Já, það er náttúrulega aðalega svona varðandi heimildir í lánakerfinu og slíkt. En við, minna vandinn, við erum náttúrulega í þeim vanda að, ég meina, hér er búið að vera sko bæði kaupmáttaraukning og aukinn sparnaður hjá heimilunum, það er ennþá vaxandi einkaneysla og við vitum það er auðvitað mjög lagskipt og það er ungt fólk og svo kannski bara að segja bara innflytjendur sem að sita í súpunni á meðan að við hinn, reynsluboltarnir, erum bara í góðum, eða þú veist, það er ekki hægt að ræða þetta sem eitthvað eitt. En ég held við erum í þeim vanda að við erum með húsnæðismarkaðurinn sem er þetta stærsta velferðarmálið og mjög stórt efnahagsmál. Við höfum ekki náð tökum á honum og það er húsnæðisverð, sko, ég meina verðbólga, ég var nú að taka þetta niður hérna, þú veist, verðbólga 4,3%, þar af, verðlag hefur hækkað 4,3% á síðastliðnu ári. Þar af er húsnæðisliðurinn sem er tæpuð þriðjungur af vísitölunni búið að hækka 7,1%. Þetta eru aðalega matvælaverð og húsnæðisverð sem drífa þetta áfram. Og það er náttúrulega, sko, ef þú kemur ekki einhvern veginn húsnæðismarkanum í eitthvað betra skekk, þá er mjög erfitt. Efnahagsstjórn er náttúrulega mjög háð aðstæðum á húsnæðismarkaði fyrir utan allt hitt sem hún er háð. Ég er ekki að gera lítið úr því. Ok. Svona bara, ég held við endum bara umræðina á þessu máli, Bogi og Björg Gjöfa. Ég byrjum á þér, Bogi, bara svona, þú veist, þekkirðu ungt fólk sem að, þekkirðu ungt fólk sem að segir bara, heyrðu, þeir eru með þess að hættir að lána núna bankarnir í kjölfarið á auðvitað þekkir ungt fólk sem að það sem að þessar gríðarlega háu vextir bitnar á. Sko, ég vil vara við því að fólk sé að hugsa í einhverjum skyndilausnum. Sko, upptaka evrunar ein og sér, eins og Sigurður er að segja hérna, það eru rök með og það eru rök á móti, en ég vil bara benda á það að núna frá því 14. október þá hefur evran farið úr 141 og íslenskri krónu upp í 147. Þetta er á nokkrum dögum. Það eru, sko, það sem er pirrandi fyrir allan almenning og fyrir allt fólk er það að eitthvað sem ætti að vera fasti, sko, verðmæti krónunar, fyrir mér, sko, er þetta svipað og þú setja að færa til, sko, hversu metrin er langur. Þetta á bara að vera einhver fasti sem þú getur gengið að. Og auðvitað er ekki náttúrulega eins og þegar ég var ungum maður, þar sem að það var bara ákveðið að fella gengið og svo var það bara eftir símtal bara svo var það bara nákvæmlega eins, sko, árum saman þess á milli en og auðvitað sveiflast það eitthvað upp og niður, en þetta eru, sko, sveiflur af því tæinu sem er ógulega erfitt að setja sig við, hvort að upptaka evru í sjálfur sér sem að náttúrulega verður óhjákvæmilegu fylgifisku þess ef að við göngum Evrópusambandi og ég tek fram að ég er líka eins og Sigurður Ingibjörg, ég er Evrópusinni og mér finnst í rauninni fáránlegt, sko, þeir sem eru á móti Evrópusambandinu og þeir eiga í rauninni að ganga alla leið og segja að þeir séu að vilja að Ísland gangi úr EES vegna þess að þar er fullveldisframsalið, þar er, sko, að
það má meta sko, við erum við 70, 80 eða 85% inn í Evrópusambandinu og höfum engin áhrif. Það finnst mér ástand sem við getum ekki sagt okkur við. Þannig annarkvort átt að segja bara hreint, við skulum bara hætta þessari Evrópusambandinu eða við skulum hérna gera þetta almennilega og vera þó við séum pínu okkur lítil þjóð. Að þá það nú hefð innan Evrópusambandsins að ef það eru lífshagsmunir einhverja þjóðar þá ekki gengið gegn hérna slíkum hagsmunum. En bursið frá því, það allt önnur umræða, það finnst mér ofsalega pirrandi þessi sveifla. Þú veist ekki hversu mikils virði það sem þú ert búin að vera að spara og þú ert búin að vera að nurla áratugum saman og oft kannski hérna krónu eða 2, það ekki mjög mikið fyrir fólk sem hefur starfað alla sína hunds- og kattatíð hjá ríkinu, að þú veist ekki hvað verðmætið þú ert með í höndunum vegna þess að gengi gjaldmiðilsins, það sveiflast bara til og frá eins og strá í vindi og fyrir eftir hvaðan hérna vindarnir blása. Þú fannst líka hjá Icelandair. Það var rétt ár, innan við ár. Það var innan við ár. Já, en við erum... Þú verður að loka bara orðinni í þessum þætti þetta. Og ég náttúrulega þekki ekki annað heldur en þennan óstöðuleika að metrinn 1,5 eða 3 eftir atvikum nema þarna þegar ég bjó í Evrópu tengdara landi og það var alveg afslappandi að vita til dæmis bara hvað eitthvað smjörstykki kostaði jafnvel bara hálfu ári seinna. En hérna hefur fólk ekkert verðskinn og við erum hérna bara í svona frekar huggulegu spilavíti en við höfum ekkert haft það slæmt samt sem áður. Nei, en óstöðuleikin rosalegur og ég held að það skapar svona agaleysi líka bara í þjóðin. Það veit engin, Íslendingar kunna ekki vel að leggja fyrir neitt vegna þess að þeir bara hugsa að þetta hverfur allt. Best að taka bara einhverja stóra sénsa og svo þetta ótrúlega ósanngjarnt með þetta húsnæðiskerfi. Það bara skiptir sköpum hvernig þú hefur það ævina út á hvaða tíma þú ert að kaupa þér. Hreint lotto. Það ekki gott. Þetta spilavíti. Má ég vera svo frekur Björn að hérna, ég veit þú sagðir að Björg ætti að eiga síðast orði. Og það var mjög gott orð. Frekur og hérna illa eftirlega. Ég ætla bara að segja sko í morgun þá var ég að ræða við Jón Geir Pétursson sem prófessor við Háskóla Íslands ástandið í Tansaníu. Ég vil bara segja sko að íbúar í Tansaníu, þeir myndi mjög gjarnan vilja skipta á þeim vandamálum sem að þeir búa við og þeim sem við búum við. Við megum nefnilega ekki gleyma því að við erum meðal svona 5% sem ríkast og hefur það best í heiminum þó að gæðunum sé vissulega misskipt hér á Íslandi. Já, en fátækir hér á Íslandi vildu líka bara hafa það aðeins betra. Þeir myndu vilja skipta, þeir myndu gjarnan vilja búa við þau kjör sem að þeir ríkari búa við. Það alveg rétt. Já. En mér hefur fundist þetta mörguleiti bara mjög áhugaverð og skemmtileg umræða, kæru gestir. Ég vona að hlustendum og áhorfendum finnst það sama og við höfum semst blásið lífi í þennan lið, þessa reynslubolta sem Sigurjón Magnús Egilsson hefur lengst af stýrt og kannski kemur hann og tekur einn eða þátt en ég vona að ég geti hérna haft aðgengi að ykkur oftar og bara kæra þakkir fyrir að hafa fyrir því að koma hérna til okkar og eiga með okkur þetta spjall. Bogi Ágústsson, Sigríður Ingibjörg og Björg Eva, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram dagskráni eftir andartak. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin Ari Logn frá samtökunum Rauðu regnhlífunni sem eru samtök fyrir fólk í kynlífsvinnu. Vertu velkomin. Ekki komið fyrsta sinn en það koma svona svolítið ánægilegu tilefni. Það var
frábæra ráðstefna hef ég heyrt síðustu helgi og hefur svona umræðan sem skapaðist í kjölfarið hefur verið bara ansi hlýðhóll ykkar málstað. Kannski byrjum bara á að ræða aðeins það sem fór á ráðstefnunni sjálfri. Yes. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða okkur. Ég sé alltaf okkur út af samtöku. Ok, takk fyrir að bjóða mér. Og sem sagt ráðstefnan, sögur kynlífsverkafólks og opinber stefna. Þetta var fyrsta ráðstefna kynlífsverkafólks og þolendavændis á Íslandi. Og hún átti sér stað í Norræna húsinu sem að Norræna húsið búið að vera magnað, ótrúlega flott, fagleg, hjálpsamleg, stuðningsrík, bara, það var ógeðslega gott að vinna með þeim. Og við vorum bara, við lítum á okkur sem rosa heppin að Norræna húsið, var til í þetta með okkur. Og þetta náttúrulega það sem að Norræna húsið stendur fyrir, það voru pallborðsumræður með fólki frá Svíþjóð og Noregi og Íslandi. Það er svona samnorrænt dæmi sem að fellur svo vel inn í það sem Norræna húsið snýst Og við í rauninni byrjuðum á svona aðalfyrirlestri aðgengi að lýðheilsu í rauninni, aðgengi að heilsu og áhrif sænsku leiðarinnar á lýðheilsu í samfélaginu. Og það var hún Birna Gústafsson Magnúsdóttir sem er með MS í lýðheilsu og hún er lýðheilsufræðingur. Hún talaði afleiðingarnar sem lögin hafa á heilbrigðis outcomes í rauninni fyrir kynlífsverkafólk, þolendur vændis og þolendur mansals og hvernig lögin geta svona stíð fyrir það að fólk fær stuðninginn og aðstöðuna sem þau þurfa og þjónustuna sem þau þurfa. Og það og lýðheilsa það er mjög svona breytt hugtak, það getur verið bara vegna sálrænsvanda og það getur verið líka bara vegna líkamlegra kvilla og kynsjúkdóma og annað slíkt. Af því að fólk heldur kannski að þetta snýst bara kynsjúkdóma. En kynlífsverkafólk eins og allir aðrir eru heilarmanneskjur með heildrænar þarfir, þannig að þau þurfa líka, allar hinnar þjónustunar. Og þetta var magnaður aðalfyrirlestur hjá henni. Svo var pallborð, þar sem við ræddum sögur kynlífsverkafólks, við fórum aðeins inn í áhrif lagana og það sem að samtökin eru öll að gera, það er Pjón frá Noregi, það er Red Umbrella Sweden frá Svíþjóð og svo er Rauða regnhlífin á Íslandi, Red Umbrella Ísland. Og þetta er allt samtök sem eru frontuð af fólki sem hefur reynslu kynlífsvinnu, fólki sem upplifir sig þolendavændis og fólk sem eru þolendur og þolendur mansals. Og fólki sem að upplifar sig sem kynlífsverkafólk, það hefur svo far ekki verið mikið í umræðinni. Við tölum brotaþolavændis, við tölum mansal, en það er mikilvægur vinkill að fara líka inn í kynlífsvinnuna því að þetta er allt þarna. Þetta er allt til staðar. Það er fólk sem lítur á sig sem kynlífsverkafólk, það er fólk sem lítur á sig sem þolendur vændis og fólk sem lítur á sig sem þolendur mansals. Og þetta fólk fyrirfinnst allt í samtökum kynlífsverkafólks og þolendur vændis sem eru stjórnuð af kynlífsverkafólki, þolendur vændis en það er svo Pjón frá Noregi og Red Umbrella og allt þetta og við vorum í rauninni bara að spjalla raunveruleikan okkar og mikilvægi þess að heyra allar þessar raddir frekar en að einhver annar tali þetta fólk eða þennan hóp eða þessa hópa, að hópanir fá sjálfur að tala og það er svo mikilvægt að því það væri absúrt ef að til dæmis
það mætti ekki tala við hinsegin fólk, það mætti bara tala við gagnkynhneigt fólk hinsegin fólk. Þú veist, þá getur hinsegin fólk ekki verið bara eitthvað, hæ, ég er manneskja. Þú veist, alveg eins og við erum öll bara eitthvað, hæ, ég er manneskja. Og svo tók við, sem sagt, listakonan, heimildarljósmyndari Íselín Kristjansen frá Noregi. Hún sem sagt kynnti verkefnið sitt sem heitir Conversations on Sex and Work. Og þar talar hún við alla þessa flóru og fær sögur þeirra, tekur mynd í dagsbirtu á þeirra forsendum. Þannig að þú veist, ef þau vil ekki sína andlit, þá er það hlæ. En þetta er tekið í dagsljósi til að því þessar mýtur og þetta gamla þreytta svona, maður sér bara aftana. Já, þú veist, það er að taka það í burtu. Að því að við þurfum að geta talað þetta í dagsljósi og þetta var svo öflugt og hún sinnir þessu verkefni með svo miklum professionalisma, þú veist, hún er svo fagleg og hún fær sögur fólks og presenterar þær eins og fólk vill sjálft vera presenterað. Þú veist, hún leggur áherslu á samvinnu og virðingafulla, þú veist, umfjöllun sem að er magnað. Þú veist, og mikilvægt að því að skiptir ekki máli hvernig þú skilgreinir þig, þú átt skilið virðingu, þú átt skilið skilningu, þú átt skilið að líða eins og einhver actually like þeim er ekki sama söguna þína. Sagan þín er mikilvæg og það var svo öflugt að horfa á kynninguna. Vá. Og svo svaraði Íselín og Lilith sem frá Píón sem tók þátt í heimildaverkefninu. Þær svöruðu spurningur úr salnum. Voru margir í sal og fín mæting? Já, okkur fannst það mættu. Og voru það mikið af fólki í kynlífsþjónustu eða þolendur vændis sem komið hana eða var þetta meira svona kannski svo, ég veit ekki, pólitíkusar eða eitthvað svona fram á fólki? Þetta var bara mega blanda. Já. Þetta var góð blanda, það voru þingmenn, það voru fólk frá félagasamtökum og réttindabaráttusamtökum, það voru geðlæknar, sálfræðingar, öll þessi flóra, heilbrigðisstarfsfólk, það var almenningur, það voru bara svona aktivistar, afsakið þetta var fjölbreytt flóra sem mætti þarna. Já. Við höfum auðvitað talað hér áður svona ykkar starf og þetta en það sem er eiginlega alltaf svona bitbeinið í öllu samtali er þessi sænska leið og afglæpavæðing versus svo lögleiðing sem ekki sem hluturinn. Og ertu til í að útskýra kannski aðeins svona ykkar reglífarinnar stans á þessu? Auðvitað. Sko, við sjáum að í lögum sænskuleiðarinnar, eða þú veist bara í lögunum sem fylgja sænskuleiðinni á Íslandi, að það er til dæmis refsivert með sekt sem að við höfum heyrt tilkynnt til okkar upp í 100.000 krónur eða 6 mánuðir í fangelsi fyrir að auglýsa kynlífsþjónustu. Þannig að við erum á móti því. Það er innan í sænskuleiðinni. Þetta er auðvitað það sem gerist hérna fyrir norðan. Fyrir ekki svo löngu síðan þegar lögregluþjónar þar tóku kynlífsverkafólk þar vegna þess að það hafði verið að auglýsa þjónustu inn á einhverju vefsíðu. Þau tóku líka launin þeirra. Þau gerðu launin þeirra upptæk og það finna við það eða finna hræðilega við það þau gerðu launin þeirra upptæk en þau sögðu að við fundum enga kuna en þau sögðu að þeir hefðu nægan grunn til þess að í rauninni gera grein fyrir því að þetta var
hagnaður vændis. En engir kaupendur komið til sögunar. Já, það ekki ólöglegt að selja þjónustuna. Þannig maður veldi fyrir sér bara hvernig í ósköpunum gengur þau. Og það sem þetta gerir þegar laun eru tekin eða þegar sektir eru gerðar, þá hefur það þau áhrif að þú þarft að fara aftur með minna öryggi og gera upp peningin sem að lögreglan tók. Ég meina, ef að lögreglan myndi taka af mér launin, þá var ég ansi vondum málum. Ég myndi hérna, þú veist, missa heimilið og hérna, þannig að maður velti fyrir sér sko, hérna, þú veist, þetta er gert og með svona sektaboð og annað. Þetta auðvitað heldur fólki í svona fátækrafangelsi bara. Nákvæmlega. Og þú veist, fátækt kjarni málsins þegar við erum að tala stuðning fyrir fólk sem vil hætta. Til þess að fara í allt aðra átt hérna. Þá fátækt og að uppræta fátækt, það kjarnin að því að enginn á að þurfa að gera eitthvað sem þeim vilji ekki gera. Hvað sem það hvort sem það kynlífsvinna eða þrif eða, þú veist, mér alveg sama. Að vera sjómaður, whatever. Ef þú vilt ekki gera það, ef þú getur ekki gert það og meikar það ekki, þá áttu ekki að þurfa að gera það. Þú átt að hafa valið um að einhvern veginn ganga inn í einhvers konar starfi í samfélaginu og það sé bara nóg til þess að náir endum saman. Þú þurfir ekki einhvern veginn að þú átt ekki að þurfa að gera neitt sem þú vilt. Já, einmitt. Og bara þú veist, það svo mikilvægt að tala fátæktina og hvernig við þurfum, þú veist, við berjumst fyrir borgaralaunum að því við sjáum það sem eina af leiðunum að því að þá getur sinnt þínum grunnþörfum fyrir húsnæði og mat og öllu þessu án þess að þurfa að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Og snýst, þú veist, já, þetta snýst að hafa val. Já, svo smá tangent. En það þetta, en ég hérna ánægst ætla að fara að neitt eitthvað í saumana á því, en ég tók eftir því að Drífa Snædal sem forsvarskona Stígamóta, hún svona sá tilefni til þess að stinga niður penna í dag í kjölfarið að þeir svona jákvæðu umræðu sem að hefur verið og í kjölfar þessar ráðstefnu og svona hún sér hlutir ekki alveg með sömu augum. Hún talar að Stígamót eigi mjög erfitt með að viðurkenna kynlífsvinnu sem einhvers konar val og þetta séu allt þolendur. Það vissulega þolendur og það margir sem að gera ekki val og þess vegna gerum við greinarmun á milli þolendum vændis og kynlífsverkafólki að því að kynlífsvinna og kynlífsverkafólk, þetta snýst samþykki, þetta snýst að gera ákvörðun, meðvita ákvörðun. Auðvitað hægt að vera undir neyð kapítalisma, það hægt að vera undir neyð þriðja aðila, þú veist, og þetta allt sem við þurfum að tala og það mikilvægt að tala þetta. En við buðum Drífu á ráðstefnuna og hún kom og það var æðislegt og mikilvægt að hún kom. Við ræddum saman mikilvægi úrræða sem veita stuðning til þess að fólk geti hætt og ætlum við að funda við þau tillögurnar sem við höfum tekið saman frá þjónustu notendum okkar og meðlimum á næstu vikum, bara að því að þjónustu þegar okkar eða þú veist notendur, þjónustu notendur, meðlimir, þau hafa mikilvæga innsýn inn í þetta. Þú veist, ef þú vilt að hætta eða ef þú þyrftir að hætta, hvað myndir þú þurfa? Þetta, þú veist, það á að vera grunnurinn. Ég held að sko, eins og ég hugsaði sko, að því ég las þennan pistil, þá hugsaði ég svona, já, þú veist, það svolítið verið að bera saman epli og appelsínur hérna. Það verið að bera saman annars vegar fólk sem að verður fyrir ofbeldi
og síðan verið að bera saman fólk sem er sátt akkurat þá við það sem það að gera, burt sér frá því hvað kann að vera í framtíðinni. Þannig að við einhvern veginn getum ekki verið svona, og ég hugsaði svona, já, þú veist, við getum kannski ekki verið spámenn í lífi þessa fólks sem í kynlífsþjónustu. Algjörlega. Heldur þurfum við bara að bera virðingu fyrir þeim stað sem það á akkurat núna og búa til umhverfi svo að það geti ýmist hætti eða haldið áfram. Einmitt. Og það sem okkar finnst svo mikilvægt að Já, bara þú varst að segja eitthvað, ég datt alveg út. Já, það bara mjög eðlilegt. Það sko Drífa sammála það einmitt að umræðan verður auðvitað ekkert leyst bara með bara þú veist, einhverju pennastriki eða eitthvað svona, en þetta sé lifandi umræða og það sé fólk með alls konar skoðanir en hún mikið stuðningsmaður þessarar sænsku leiðar og hún talar nú reyndar að þegar sænsku leiðinni komið á hérna fyrir 20 ára síðan þá hafi verið átt að koma í kjölfarið svona ýmislegt annað. Einmitt og stuðningur mikilvægur og hann þarf að vera á forsendum þeirra sem að sækja hana því að annars gerir hann ekki neitt, þú veist. En þetta snýst, þú veist, umræðan sem við erum að reyna að eiga ekki, þetta val, þetta valdeflandi, þetta hamingjusamast að vinna í heimi, það að hvort sem þetta valið ekki, hvort sem þetta valdeflandi eða ekki, hvort sem þetta hamingjuleg vinna eða ekki, það skiptir ekki máli. Það skiptir máli að það eru réttindi, það stuðningur og það skilningur og virðing innan kerfa og samfélagsins. Að því að fólk þarf ekki að vera hamingjusamt til þess að vera að gera eitthvað eða eiga skilið réttindi eða eiga skilið aðgangað réttlæti í réttarkerfinu okkar. Þau þurfi ekki að vera hamingjusam eða valdeflt eða whatever. Það ekki, þessi krafa ekki gerð í neinum öðrum og neinum öðrum starfsvettvangi að mér vitandi að það sé rosalega valdeflandi að vera í vinnunni og það sé óbúslega maður sé alltaf rosalega hamingjusamur í vinnunni af því að ég meina meira segja bara hér við rauðaborðið grútleiðist okkur alveg stundum eða eigum vondan dag bara eins og allt annað fólk þannig að ég held að það sé líka bara mjög eðlilegt að kannski hætta að gera þessar kröfur að kynlífsverka fólk sé alltaf 100% sátt við það sem það að gera og frekar fókusir á að þau hafi svona réttindin sín megin. Já og lagalega þú veist þau ekki að vera glæpavætt fyrir að selja eitthvað sem á að vera afglæpavætt hérna á Íslandi. Það á að vera afglæpavætt að selja, glæpavætt að kaupa, það eru lögin núna en að ef það kemur með þessum fylgikvillum sem glæpavæðir fólk sem að eru skilgreind í lögum sem brotaþolar það skrítið já og það kannski líka að gera það svolítið erfitt bara einhvern veginn fyrir fólk að svona ég standa fyrir máli sínu ef eitthvað ég kemur upp á og annars slíkt þú viltu þetta ekki svona ég mitt glæpa væða sjálfan þig eða varpa sök kannski á þig sjálfan eða eitthvað sem þú þekkir einmitt og við vildum líka koma því að stígamót fyrir fólk sem hefur upplifað kynferðisofbeldi og þau sinna þeirri þjónustu á magnaðan hátt þau koma með ráðgjöf, sálfræði aðstoð alls konar upplýsingaherferðir fræðslu til barna þetta eru nauðsynlegar þjónustur og þær eru mikilvægar og þau hafa verið að gera þessa þjónustu í langan tíma og þau tala af sérfræði þekkingu sinni reynslu fólk sem leitar til þeirra
af því að þau sem leita til stígamóta eiga að hafa rödd sem talar þeirra mál sem að er tekin mark á og við í Rauðu regnhlífinni við tölum reynslur þeirra sem leita til okkar með okkar sérfræðiþekkingu til þess að passa að þeirra raddir fái áheyrn En þetta tvennt getur nefnilega alveg farið saman og ég held að sé svolítið mikilvægt að því að sko, nú veit ég ekki hvort að það hafi endilega verið ætlun drífu eða stígamóta yfir höfuð en þetta svona virkar svolítið svona hvasspistill í svona, ofan í þá umræðu sem hefur átt sér stað í vikunni, ég meina hér hafa, hinir ýmsu lagt til margt gott í máluna en þetta var svona þessi svona ívið íhaldsamari og í því samhengi þá hugsaði ég mitt að því að stígamóti er þessi ofboðslega mikilvæga þjónusta þá má stígamót ekki virka útilokandi fyrir neina hópa og ég held að það sem að stígamót kannski megi allra síst gera að varpa skömm á það fólk sem að tilheyrir kerfinu sem að bara er allt líkandi einmitt nákvæmlega og þannig að eitt sem ég finnst líka mikilvægt er að bæði samtök Stígamót og Rauð regnhlífin við fáum til okkar fólk sem talar að vera þolendur vændis og kynlífsverkafólk og auðvitað þolendur mansals en öll þessi flóra leitar á báða þessa staði og það er mikilvægt að báðir staðinir eru til staðar að því að við tökum aðeins ólíkan pól þó að þú veist þetta er sikur þjónustan í rauninni eitt er heilbrigðisþjónusta og hitt er svona heildræn stéttafélags þjónusta einmitt og jafningastuðningur og svona meiri svona social viðburðir og svona en við, þú veist það sem stendur fyrir mér er að við erum sammála svo margt við erum sammála þannig að gerist ofbeldi við erum sammála að allir sem að vilja og þurfa eiga að geta hætt þau eiga að fá húsnæði þau eiga að fá framfræslu þau eiga að fá sálrænan stuðning til þess að vinna úr þeim áföllum sem hafa gerst það eina í rauninni eða þú veist frá okkur sjónarmiði það eina það stærsta sem að við förum í 2 áttir er útfærsla lagana þau vilja í rauninni halda sænsku leiðinni nema þau vilja auka suma parta af glæpavæðingunni er ekki svona, þú veist, svolítið problematískt að Stígamót skuli vera með einhverja svona sérstakar skoðanir á lögum og lagasetningum í kringum skjólstæðinga sína? Sko, ég veit það bara ekki. Nei, ég ekki heldur. Ég er búin að vera að klóra mig svolítið í hausnum af því að þetta er svo ofboðslega mikilvæg þjónusta og hún verður að vera til og þetta er svo ótrúlega magnastarf og okkur þykir öllum vænt Stígamót og berum mikla virðingu fyrir því starfi sem það er unnið en maður velti fyrir sér sko einmitt hvort að Stígamót ætti kannski svona líkt og önnur heilbriðis svona, hvað ég var að segja úrræði? Já, úrræði kannski að vera minna pólitísk ég veit það ekki Við erum samt alveg rosa pólitískir Rauðu regnhlífinni en það er kannski vegna þess að þjónustuna er annars konar sko. Já, vissulega Hún er ekki svona viðkvæm sálgæsla fyrir alla. Já, einmitt og algjörlega svona klínísk. Já, þú veist, klínísk sálfræði, það er, þú veist, mikilvægur partur af heilbrigðisþjónustu, algjörlega. En mér langar að fara eins inn í, ef það er í lagi, kólumbísku konunnar. Já. Og mér langaði að ræða í rauninni það að lögreglan á Akureyri þegar hún er að handtaka fólk eða sekta þau þá er hún að framfylgja lögunum eins og þau eru sett fram
þau eru ekki að þau eru ekki að gera mistök eða ekki framfylgja þeim rétt eða neitt svoleiðis. Þau eru eða að beita lögunum vittlaust eða eitthvað svoleiðis. Þau eru að beita lögunum eins og þau eru skrifuð. Akkurat. Og það er í rauninni lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sem er ekki að fara samkvæmt lögum. Já, af því að þau eru ekki að fókusa skilst okkur á því að glæpavæða fyrir auglýsingar. Og þannig að þú veist, tæknilega séð, þó að þú veist, það er magnað því það þýðir að þú veist, kynlífsverkafólk og þolendur mansals er ekki að festast í, þú veist, það er ógeðslega erfitt að fá vinnu ef þú ert með kynferðisglæp á sakaskrániðinni og þetta er kynferðisglæpur. Það er absúrt. Þú veist, þannig að en já, þú veist, þannig að þau eru vissulega að þú veist framfylgja lögunum. Þetta er svo skrítið, þetta er svo akkurat og þetta, að því að þetta mál kemur upp og það vakti reiði og hneykslan og fólk var svona sammála um þetta hefði verið skrítið og svona beindi sjónum sér svo litið að þessum lögreglumunum sem að tóku þátt í þessari aðgerð og svona, þú veist, hvað er það eiginlega að hugsa? En þetta eru rauninni þeir einstaklingar sem eru að framfylgja lögunum eins og þau eru skrifið. Og þannig að það hlýtur að vera eitthvað aðal lögunum, þá hljótu við að vera alls sammála um það. Einmitt, og við viljum þolendavæn lög. Við viljum lög sem að miðsetja öryggi fyrir kynlífsverkafólk og þolendur vændis og þolendur mansals. Því þolendur mansals lenda oft í kynlífsmansals, að því þau hafa ekki vinnulöggjöf til þess að vernda sig. Þannig að það sem gerist fyrir þau er að þau eru brottvísuð. Já, einmitt. Aftur í einhverja aðstæður sem að þau voru að reyna kannski að flýja úr einmitt. Og við þekkjum þetta fjölmörg dæmi þess vegna þess að við höfum starfað saman og öðrum vettvangi í sjálfboðaliða samtökum fyrir flóttafólk. Það eru fjölmörg dæmi nákvæmlega þetta. Já, nákvæmlega og það er svo sárt og brútal að sjá ríkið í rauninni gera þetta að brottvísa þolendum mansals þegar við berum ábyrgð, þú veist, við erum inn í alls konar þú veist, við erum í Sameinuðu þjóðunum, við erum í öllum þessum svona samningum og svona og okkur ber skylda að þegar þolendur mansals koma til okkar við eigum að grípa þau. 100%. Þolendavæn lög. Akkurat. En það er eitt sem að langar að spyrja þau úr pislidrífu og líka bara almennt þá ég hef séð þetta víðar. En það er svona þetta að það fólk sem að hættir í kynlífsvinnu og að það sjáu óbúslega eftir því sem að gengið hefur á og það breytist einhvern veginn svona þeirra skynjun á því sem áður var einhvern veginn, sínu fyrra líferni og lífi bara á vinnumarkaði. Það er hægt að kalla þetta vinnumarkað, ég veit ekki á meðan einmitt að það er ekki skilgreint sem vinnumarkaður en allavega iðnaði? Já, iðnaði. Þannig að er þetta ykkar tilfinning? Er fólk almennt í þessu að sjá eftir? Sem svona representative frá Rauða regnhlífinni þá get ég sagt að það eru alveg bara furðulega margir sem að leita til okkar sem að gerðu seldu vændi eða kynlífsþjónustu fyrir mörgum árum og tala sig sem, þú veist, fyrrverandi kynlífsverkafólk. Ég er meðal þeirra. Ég tala mig sem fyrrverandi kynlífsverkamannisku. Það eru hvað? 8 ár síðan ég hætti að selja kynlífsþjónustu í persónu og hugmyndina mínar hafa ekki breyst. Hugsanir mínar reynsluna mína hafa ekki breyst og við sjáum þetta
svolítið mikið í rauðu reglífunni. En vissulega fólk sem lítur tilbaka og líður illa og fannst þetta ekki vera eitthvað sem þau vildu gera. En það þá kannski munurinn, einmitt að það fólk... Það rými fyrir bæði. Já, akkurat. Það var fólk sem var aldrei sátt í því sem það var að gera. Einmitt. Og þau eiga að hafa aðgang að allri þeirri stuðningsþjónustu sem að þau þurfa. Akkurat. Og líka mér langar kannski að segja að kynlífsverkafólk getur líka verið þolendur ofbeldis en samt skilgreint sig sem kynlífsverkafólk. Af því að það þetta ekki partur af hvað við segja, þessum iðnaði ekki eðlilegur, eða ætti ekki vera eðlilegur partur að vera beittur ofbeldi. Ofbeldi á ekki að vera eðlilegur partur af neinu. Nei. Og að hann skuli vera það stóra vandamálið. Það það. En hérna... Og við þurfum að uppræta það. Akkurat. Ari Logn, takk kærlega fyrir að koma og fara yfir ráðstefnuna og svona þetta helsta sem hefur verið í umræðinu kynlífsverkafólk. Við sjáumst nú örugglega bara mjög fljótlega aftur. Auðvitað, bye. Og tökum við það meira hér handa við auglýsingar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla málefni sem að kannski fæstir vilja fjalla og við ætlum að fjalla félagsskap sem að kannski ekki margir og reyndar ábyggilega enginn vill ganga í að fúsum og frjálsum vilja. En þetta eru landssamtökin Birta sem eru landssamtök foreldra og forráðamanna barna og ungmenna sem látist hafa fyrirvaralaust. Og þetta vakti svolítið forvitni mína. Ákveðinn hátt þetta öðruvísi heldur en að missa einhvern úr veikindum sem að hafa átt sér einhvern aðdraganda og hingað eru komnar til mín 2 konur sem að hafa þessa reynslu, hafa mist barni sitt fyrirvaralaust og það eru þær Halldóra Kristín Guðjónsdóttir og Linda Sólveig Bergsdóttir, það ekki? Bergisdóttir. Já. Þið sýnið mikinn kjark að koma hérna og tala svona viðkvæm málefni en enga síður, þetta eitthvað sem að held ég að geti komið sér vel fyrir þá sem að hugsanlega eftir að standa í þessum sömu sporum eða bara jafnvel standa í þessum sömu sporum í dag. Halldóra, ef þú kannski byrjar á því að segja mér aðeins frá samtökunum Birtu. Birta samtök foreldra eins og nefndir sem að mista hafa snögglega börn. Við erum hópur sem að ég vil nú kannski leggja áherslu á, Linda þekkir þetta nú aðeins betur en ég, að við hittumst mánaðarlega yfir vetratíman með svona jafningjastuðning. Við veitum styrki, mismunandi, hvað maður að segja, Linda þú kannski grípur það sem að Já, við höfum styrkt foreldra þannig að þeir geta fengið endurgreidda hjá okkur 4 sálfræðitíma á ári. Við veitum styrki þannig að fólk getur tekið sér smá hvíld. Það talaði það í svona sorgarfræðunum að það sé gott að reyna að skipta umhverfi og taka sér aðeins hvíld. Þannig að við veitum styrki til þess. Við höfum staðið fyrir ýmiss konar fræðslu, fáum sálfræðinga, presta, hjúkrunarfræðing og fleiri til þess að koma og benda okkur á bjargráð og kynna fyrir okkur leiðir til þess að svona læra að lifa með þessu eða vera til eftir barnsmissi. Við höfum haldið líka svona hvíldarhelgar þar sem fólk getur komið og
látið bara svona svolítið stjana við sig, hvílt sig, fengið jóga, fengið fræðslu og samveru með öðrum sem hafa sömu reynslu. En á hvern hátt þessi reynsla öðruvísi heldur en svo reynsla að missa barnið sitt á einhvern annan hátt? Ég meina þetta er skyndilegur dauðdagi. Er það sem saminar ykkur í birtu? Já. Þegar við mist börnin ykkar svona skyndilega. Já, það sem við eigum sameiginlegt er að hafa mist barn án fyrirvara. Við höfum ekki haft aðdraganda þannig að við höfum haft stuðningsnet eða einhvers konar undirbúning undir það sem væri í vændum. Heldur fáum við höggið og þurfum svo að reyna að finna leiðir til að lifa með því. Þurfum að finna leiðina í nýju og gjörbreyttu lífi. Það er svona það sem saminar okkur. Já. Og þið eigið það báðar sameiginlegt að þið mistu sín ykkar vegna veikinda. Já. Mjög skyndilega. Getið þið lýst í þó að það sé erfitt, hvernig tilfinning það er að fá þessar fréttir? Þetta er bara þú verður ekki fyrir stærra áfalli. Fréttin kemur og þú dofnar og jafnvel sortnar fyrir augum og finnur öll þessi líkamlegu einkenni sem að maður fær þegar maður verður fyrir stóri áfalli. Og svo líður það einhvern veginn ekki hjá. Þetta heldur áfram að vera erfitt. Maður lærir kannski að lifa með því á einhvern hátt. En það er alltaf jafn sárt. Og það koma alltaf þessar erfiðu stundir þar sem að maður brotnar eða bognar og þarf svo bara að halda áfram. En nú er það þannig með fólk sem staðið hefur í sömu sporum og því, eða kannski svipuðum sporum að mist barnið sitt kannski að völdum sjúkdóms eða við getum kannski nefnt bara krabbamein, að það hefur verið smá aðdragandi að því. Fólk hefur kannski svona vitað að hverju stemdi í mörgum tilfellum en þið fenguð engan fyrirvara. Það hlýtur að vera svolítið. Það er talað að þegar þú ert að missa eftir langvarandi veikindi þá ertu komin aðeins inn í sorgarferlið. Við okkur er bara hent inn í þetta fyrirvaralaust og eins og Linda segir maður dofnar, þú missir öll tök á lífinu, þú í rauninni að ég upplifði það þannig, ég vissi bókstaflega ekki neitt. Þú bara stendur og þú... Var það ekkert sem greip þig eða ykkur fjölskylduna? Nei, það er í rauninni ekkert sem greip eftir að við fáum fréttirnar þá í rauninni koma ættingjar. Tvær systur mínar, systir mannsins míns eru hjá okkur fyrstu klukkutímana. Rannsóknarlögreglan kemur því að sonur minn fannst heima. Hún kemur og tilkynnur okkur að það hafi ekki neitt, hann hafi ekki tekið eigi lífi eða neitt saknæmt. Þeir séu búin að fara í gegnum allt. Það sé ekkert sem bendir til þess. Hann er sá fyrsti sem að eftir að við fáum fréttirnar sem spyr okkur til dæmis hvort við viljum fá prest til þess að svona aðeins fá einhvern stuðning. Já, rannsóknarlögreglumaður. Rannsóknarlögreglumaðurinn. Annars ertu bara, eftir að lögreglan hefur brotist inn hjá sinni mínum og fundið hann, þá ertu bara á eigin vegum. Það er ekkert sem að í kerfinu sem kemur og tekur utan þig og undirbýr þig hvað er í vændum. Þú eru að finna út úr því sjálf. Já. Hefur þú sömu sögu að segja, Linda? Já, í mínu tilfelli var það þannig að ég er á leiðinni heim til sona míns, hans Steinars, þegar að ég fæ símtal og mér er tilkynnt andlát sona míns þar sem ég siti í bílnum minnum undir stýri á Miklubrautinni. Hver tilkynnt er það? Það er prestur sem hafði komið heim en ég hafði haft áhyggjur af Steinari og var þess vegna á leiðinni heim til hans. Og presturinn biður manni minn að hringi í mig og snúa mér við, vildi ekki að ég færi heim til hans.
En ég neita að snúa við, ætlaði mér að hitta hann og þá tekur presturinn síman af manninu mínum og segir mér þessar fréttir. Og svo þegar að það afstæðið sem sagt ég fer með og tilkynni pappans þetta og svo fer maður bara heim. Og það einhvern veginn ekkert. Hvað hefðu þið viljað hafa til að auðvelda ykkur, ef hægt að tala það undir þessum kringumstæðum, auðvelda ykkur þetta mikla áfall? Ég veit svo sem ekki hvað hægt að gera akkurat þarna þessa stund þegar maður fer heim. En daginn eftir til dæmis hefði getað verið mjög hjálplegt ef að til dæmis félagsráðgjafi hefði haft samband og leiðbent manni af stað inn í ferlið. Hvað tekur núna við? Einmitt, upplýsa hvað framundan, því það svo margt sem þú þarft að gera. Þú ert ekki andlega tilbúin í það. Þú ert bara dofin, þú valla veist hvað þú heitir á þessum tímapunkti. En þarft að byrja að finna hvað þarf að gera. Þú þarft að jarða barnið þitt. Hvað þarf að gera í kringum það? Finna útfarastjóra, fá leyfi til að jarða. Ég hérna með alveg ljómandi bækling sem að þið hafi gefið út hjá Birtu. Það sem að koma fram svona ýmsar upplýsingar það. Hvað þarf að gera? Það kannski ekki von að fólk viti það endilega. Það ekkert búið að spekulera í því að jarða ungan son sinn. Ég misti mömmu mín í fyrra og við vissum alveg nákvæmlega hvað við áttum að gera því það var búið undirbúið það. Já, en það líka að þú bara veist ekkert, þú manst ekkert. Það varnir líkamanns, það bara deyfa þig til að þú komist í gegnum þetta. Í mínu tilfelli, ég mundi ekki neitt. Þó svo ég hefði verið tiltölulega nýbúin að jarða foreldra mína og fara í gegnum það ferli, þá mundi ég ekkert. Ég mundi ekki þegar ég var spurð prest, ég gæti ekki nefnt nein nöfn, ég mundi ekki nein nöfn á prestum sem dæmi. Já. Þannig að það þarf eitthvað að grípa og hjálpa mann af stað. Sammála þessu, Linda? Já, ég sammála þessu. Vissulega hefur verið gerð aðeins bragabót varðandi það þegar að fólk missir yngri börn sem sagt að 18 ára aldri, að þá á fólk í dag rétt á sorgarleyfi. Þannig að þú getur tekið það frí, færið að einhver leiti tekjurnar bættar, en fólk sem að missa börn eldri eða áður en þetta tók gildi, að oftast erum við bara í veikindaleyfi. Þegar maður ekki fær að sinna sínu starfi. Og það getur verið mjög erfitt að þurfa að vera í veikindaleyfi. Þú ert samt ekki veikur, þú ert bara ekki að reyna að læra að lifa upp á nýtt. Halldóra, þegar þú sagði mig frá því hérna frammi að bara einu smáatriði þegar þú, ekkert smáatriði, stóru atriði þegar þú fórst og sóttir vottorð eftir til Landspítalans, ekki sagt? Já, til að mega jarða þá þurfti jarða son minn, þá þurftu við að fara og fá frá spítalanum dánarvottorð. Og þegar ég kem þangað þá segir læknirinn að hann spyr mig hvort við séum ekki búin að fá út úr krufningunni og ég segi nei og það kemur eitthvað á hann að það hefði ekki verið haft samband við okkur varðandi krufninguna og hún lætur mig vita að ég geti hringt í lögregluna og fengi niðurstöðu og með þessa fregnir fer ég út í bíl þar sem maðurinn minn og ég segi honum þetta, það sé komið niðurstaða og hvort við viljum fá niðurstöðuna. Þetta á föstudegi og við erum að fara að jarða son okkar á mánudegi. Og hann segir við mig, eigum við ekki bara að bíða með það, við þurfum alltaf að jarða hann hvort sem er. Og það verður niðurstaðan að við treystum okkur ekki í að fá út úr krufningunni á þessum tímapunkti og með þetta bréf eða þetta dánarvottorð keyrum við til sýslumanns í Kópavoginum þar sem við áttum að
fá leyfi fyrir prestinn. Nema þessar fregnir inn á Landspítala hrófla þannig við mér að þegar við erum komin inn og sest á móti konu, að þá bara brotna ég algjörlega niður. Ég bara hágræt og ég get ekki stunið upp nafni, ég gat ekkert gert. Þarna situr bara einhver starfsmaður sýslumanns á móti mér sem að var nú í hálfgerðum vandræðum því að hún réttir mér svo tissue og síðan verður það bara úr að maður minn tekur bara svolítið yfir og næra að segja nafni á sín okkar og réttinni dánavottorðið. Þannig að við fengum frá henni bréf það að við mættum jarða son okkar. Hefði ekki verið skynsamlegra ef að Landspítan hefði sendt þetta bara í rafrænu pósti til sýslumanns? Mér hefði þótt að eðlilegt að við sem sett í þessa stöðu að sitja á móti ókunnugri mannesku og ekki henni ætlað að taka á móti gjörsamlega niður brotnum foreldrum. Nákvæmlega. Að biðjum að fá leyfi til að jarða barnið sitt. Mér finnst það mjög óeðlileg vinnubrögð og við erum á tækniöld þar sem að þetta ætti nú að geta farið rafrænt á milli. Að það sé ekki okkar ábyrgð að vera með þetta bréf, fara til sýslumanns og fá annað bréf og afhenda það prestinum. Þarna hefði maður haldið að tæknin ætti að geta auðveldað einhver spor. Hefur þú sömu sögu að segja, Linda? Já, maður settur í þau spor að maður stöðugt að fara á milli staða til að byrja með niður brotin og að endur taka það oft að maður hafi verið að missa barnið sitt. Það bara heilmikið álag sem ætti að vera mjög auðvelt að hlífa fólki við eins og við segjum á þessum rafræni tímum. Þetta kannski eitthvað verkefni fyrir Birtu að beita sér í, að breyta þessu. Já, við ættum að geta kannski komið þessu af staði. En þetta bara svo víða eins og þú veist bara að fara í bankan og þú ert að fá upplýsingar bankareikninga og annað fyrir barnið og það svo mikið af fólki þar núti sem á ekkert vona á að þú situr allt í einu með grátandi foreldri hinum megin við borðið. Fólk ekkert, mér finnst fólk sett í mjög ranga stöðu. Við eigum að geta gert þetta mikið svona bara rafrænna allt saman. Auðveldara fyrir aðstæðan. Auðveldara, ekki bara fyrir okkur, mér finnst líka erfitt væntanlega fyrir alls konar fólk sem situr á móti. Þú veist ekkert hvað það að fara í gegnum, hvað reynslu það hefur, hvað getur það hefur að taka við á móti, sko eins og í mínu tilfelli, grátandi konu. Það erfitt. Já, ég þekki þetta veginn raun. Ég var nú í lögreglunni í gamla daga og þurfti að tilkynna dauðsföll og það eitt af erfiðasta sem ég hef nokkuð tíma gert. Ég tala nú ekki það ef var að ræða barni eða ungmenni. Þannig að ég skil þetta mjög vel. Það þó maður sé hinum megin við borðið, þá er þetta enga síður mjög erfitt og erfitt að koma fólki í þessa aðstöðu. Mér finnst mikilvægt að við komum því að líka að í Birtu þá erum við foreldrar sem hafa mist börn bæði af mismunandi ástæðum eða mismunandi aðstæður en líka á mismunandi aldri. Það líka hjá okkur fólk sem hafa mist mjög ung börn þó að við höfum mist fullorðna syni. Bæði úr skemmtilegu veikindum, slysum, jafnvel að mannavöldum. Þannig að það sem að sameinar okkur er þetta að þetta er óvænt og skemmtilegt. En annað eins misjæmt eins og við erum mörg. Nákvæmlega. Mér langar svolítið að forfinnast hvernig ættingjar og vinir tóku þessu. Nú veit ég að þetta er náttúrulega áfall fyrir alla í fjölskyldunni en má oft heyrt tala það að fólk bregðist misjafnlega við svona tíðindum. Fólk gerir það. Þetta er eitthvað sem að okkur einhvern veginn hvergi kennt. Við kunnum þetta ekki og viljum kannski fæst fara með hugan þangað að einhverjir kringum okkur lendi í þessu, hvað þá við sjálf. Þannig að maður ekki undirbúinn.
Ég er mjög heppin á styðjandi og góðan mann sem hefur auðvitað verið minn helsti stuðningur í kringum þetta. Ég á líka góða fjölskyldu og góða vini. Eina trausta vinkonu á ég sem að kom til mín í hverri viku meðan ég var heima og fór með mig út að ganga. Slíkir hlutir auðvitað eru ómetanlegir og koma manni svolítið að stað aftur. Svo eru líka tilfelli þar sem fólk bara hreinlega forðast syrgjendur. Já, ég held að vel flestir syrgjendur fari í gegnum það að þeir verða ósýnilegir jafnvel út í búð þegar þeir mæta einhverjum kunningja eða fyrirverandi vinnufélaga eða hvað það er. Og ég hef ekki mikið lent í því en þó hef ég lent í því að ég hef orðið ósýnileg í búðinni. Það sem að fólk hefur ekki treyst sér til að segja halló og taka létt spjall. En varðandi ættingjana þá segi ég sama og Linda, ég er bara mjög heppin heilt yfir. Þá stóðu ættingjar og vinir þétt við bakið á okkur, fjölskyldunni. Studd okkur auðvitað mismikið. Sumir voru á hliðarlínunni og aðrir voru nær, systir mín og systir mannsins míns. Ég segi stundum að þær hafa svolítið haldið okkur uppi. Systir mannsins míns kom daglega til okkar, tekkaði á okkur, voru að borða. Ef að maðurinn minn var ekki heima þá, við mann sérstaklega eitt skipti, þá vildi hún að ég kæmi til sín í mat. Ég átti mjög slæman dag þann dag, grét mikið og lét hana vita að ég væri ekki í standi. En hún gaf sig ekki, fékk mig út að ganga og ég gat gengið við hliðina á henni og grátið. Svo fór ég til hennar í mat og svo heim og auðvitað er þetta þar sem að skiptir máli. Er það ekki líka svolítið svona algengur misskilningur að fólk telji að syrgjandinn vilji ekki tala hinn látna? Reyna að forðast umræðefnið, en eins og þú sagði mér áðan að þá létti þér við að fá að tala drengiðinn og við þann sem að þekkta hann. Já, fyrstu mánuðinni mínir einkendust svolítið mikið að því ég þurfti bara að tala. Og ég fór örugglega yfir einhver mörk gagnvart mínum vinkonum og sumum ættingjum. En svo tímapunkti kom að ég ákvaða að ég gæti ekki hent þessu á þau lengur. Því að ég fann ennþá og ég þurfti að tala mig frá þessu. Þannig að ég fór svona að leita leiða hvar ég gæti fengið hjálp. Systir mín einn sagði við mig því að bara sama dag við fórum og fengum að sjá hann sama dag og hann deyr og hún heyrir strax á mér að það sektarkenndin er komin sem gjarnan vill fylgja andláti og hún segir þú verður að leita þér hjálpar, þú verður að fá hjálp og fyrsta hjálpin var að ég kaffærði svolítið vinkonum og ættingum í tali, hvað ég var að fara í gegnum, hvernig mér leið son minn, allt þetta. En svo kom svo tími að ég varð að finna mér fagaðila til að svona létta á fólkinni kringum mig og fá kannski svona meiri hjálp. Og þá greip mig smá svona hræðsla við það að við erum ekki allra og það var að finna aðilann. Ég gat ekki hugsa mér að fara til aðila og finna svo ég átti ekki samlega með honum og þurfa að finna annan og byrja upp á nýtt. Þannig að ég tók mér svolítið tíma að velta fyrir mér hvernig aðila og hvaða aðila ég vildi tala við. Linda, þú ert stjórnarmaður í Byrt, er það ekki? Eða allavega þekkir vel til þar? Jú, ég er búin að vera í stjórn í Byrt núna í 3 ár en núna formaður. Já, ertu formaður núna? Já. Þú hlýtur náttúrulega þá að þekkja vel til bara viðbragða fólks almennt. Það er alltaf væntanlega að koma nýtt fólk inn í félagið af og til og þá er þessi lífsreynsla að
sem fylgir því. Hvernig er fólk statt sem kemur inn í félagið? Það auðvitað bara mjög misjamt. Sumir koma snemma, aðrir koma einhverjum mánuðum eftir jafnvel árum. Það auðvitað einstaklingsbundið bara hvenar við erum tilbúin til þess að sækja okkur svona hjálp. Það oft talað að fólk eigi ekki að fara strax til dæmis í svona sorgarhópa eða svona jafningjastuðning. Margir ráðleggja að láta einhverja mánuði líða sem örugglega einstaklingsbundið, en ég held að gott fyrsta skref væri að hafa samband kannski við sorgarmiðstöð. Þar svona reynt að halda utan þau úrræði sem í boði. Það jafnvel hægt að fá svona fyrsta viðtal. Það sorgarmiðstöðin sem í Sankti Jósefsspítalanum í Hafnarfirði. Já. Nú það hægt að hringja í okkur. Við erum með síma sem hún heldur að svara í sem að við reynum að hafa opinn allan sólarhringinn alltaf. Þannig að ef fólk í öngum sínum og veit ekki hvert það á að snúa sér, þá hægt að byrja þar. Nú svo hittumst við mánaðarlega á opnum húsum þar sem við getum spjallað saman, deilt reynslu og erum með þessari fræðslu sem við erum að fá inn að reyna að hafa svona, opna á svona fjölbreytta möguleika í bjargaráðum. En jafningjastuðningurinn, hann kannski það sem að vegur þyngst eða hvað? Fyrir mig hefur það verið mjög mikilvægt að tala við fólk með sambærilega reynslu. Þannig að þó maður eigi dásamlega fjölskyldu og góða vini til þess að tala við, þá enginn sem að veit hvernig manni líður eða hvað maður að gangi í gegnum nema sá sem hefur reynda. Og það einmitt það sem að jafningjastuðningurinn gerir. Þú getur leyft þér að segja hluti sem þú öllu jöfnu segir ekki við fólk sem ekki með þessa reynslu. Og þú veist að þú ert ekki dæmd. Þú veist að fólk, sumir eru með sömu skoðun, sömu reynslu, sem að það svo mikið léttir að geta sagt hlutina án þess að hafa áhyggjur af því að verða dæmdur. Það hjálpaði mér mikið að heyra aðra oft svona koma orðum á einhverja tilfinningar eða upplifanir sem ég hafði en hafði einhvern veginn ekki komið í orð. Það getur verið mjög mikil hjálp. Að heyra aðra segja og maður hugsar, já, það einmitt þetta sem ég að upplifa. Þetta sem að ég að fara í gegnum. Eða að heyra að, já, ok, ég ekkert skrítin þó að mér líður svona, hinum líður svona líka. Þannig að það hefur verið mjög mikil stuðningur. Það hefur stundum verið haldið fram að tíminn lækni öll sár, þessi klísja sem oft sögð. En hver eru erfiðustu tímabilin? Það jólin, það afmælisdagarnir eða það dánardagurinn? Ég gerir ráð fyrir að þetta komi allt illa við tilfinningarnar. Oft það kannski svona aðdragandinn að þegar fyrir að líða af dánardagurinu, þegar fyrir að líða af afmælisdögunum, þegar fyrir að líða af í jólunum, þá fyrir að byggjast upp svona kvíði og spenna og maður fyrir að hafa áhyggjur af því hvernig dagurinn verði nú. Mér finnst það oft erfiðast og oft jafnvel erfiðara heldur en kannski svo dagurinn sjálfur. Maður búin að byggja upp svo mikla spennu að þegar hann kemur þá hann kannski ekki eins slæmur eins og maður óttaðist. Kannski svolítið ljúfsár. Já. Koma fallega minningar í bland við erfiðar minningar. Já, ég myndi segja það. Allir þessi dagar eru sárir en eins og afmælisdagarnir, ég hef reynt svona eins og mér hefur verið mögulegt að halda afmælisdeginum svona sem gleðidegi, sem jákvæðum degi, þó auðvitað sem að viðkvæmur og nota hann svona í góðu minningarnar. Og ég hef reynt að nýtandi góðs. Þegar að sonur minn hefði átt að verða 30, þá gæti ég ekki hugsað mér að halda veislu. Eða við værum einhvern veginn að halda upp á daginn. En ákvað í staðinn að reyna að láta
gott að mér leiða og stekti stóran boka kleinum og farði í þeim í Ylju til þess að einhvern veginn svona markera daginn og gafi mér mikið að geta gert einhverjum öðrum gott. Trúi því. Vinkona mín, kær vinkona, misti drenginn sinn 18 ára í umferðarslysi og árlega eða reglulega koma vinirnir saman heima hjá henni og ræða vin sinn, látin. Þetta hefur hjálpað henni gríðarlega mikið. Þetta hefur við verið svo lánsöm að vinir sonar okkar við hittumst einu sinni á ári. Byrjum á því að hittast alltaf á afmælisdaginn, fórum út að borða á uppáhaldsstað eða svona stað sem að svona minn hélt mikið upp á, stúdentakjallarann. Og þar áttu við svona okkar stund, borðuðum saman og myndumst hans og þessi stund gefur okkur hjónum mjög mikið og vegna þess að við komumst ekki nær sín okkar. Þarna heyrum við hvað þeir eru að fara í gegnum, hvað þeir eru að tala, hvað er að gerast í samfélagsmálum, hvað er að gerast í gervigrindinni og hvað er þarna og hvað er þetta. Og þá getur maður og við hugsaum gjarnan, já, hann væri þarna. Og þetta þykir okkur alveg yndislega stundir og að fá að hitta það og fylgja þeim eftir. Og við höfum gert þetta frá fyrsta ári. Þannig að þó svo við hittumst ekki lengur á afmælisdaginn því að það er að sumri til og þá er allir í fríum og erfiðar að ná hópnum saman. En þá hittumst við yfir sumartíman eða við hittumst í ágúst núna og þetta bara heldur lífin í okkur og það sem okkur þótti líka gaman að heyra að eitthvað árið þá kvöttum við þá með því að það væri gaman að hitta þá og vonandi væru þeir tilbúnir aftur á ári og þá sögðu þeir þetta gefur okkur ekki síður en ykkur. Þetta þjappaði þeim saman líka og þessi minning Guðjón okkar. Já. Og einn vinur hans kallar þetta nú Guðjónsmessu orðið. Hann sendi núna hvenær verður Guðjónsmessan í ár. Þannig en þetta gefur eftirlifendum mjög mikið. Kannski koma því rækilega áleiðis að svona hvað ég segja, stuðningur vina hins látna getur skipt sköpum. Já. Það var eitt sem sló mig svolítið stelpur þegar við vorum að spjalla saman fyrir útsendinguna að það er svona ákveðin lífsræðsla sem að hefur blundað í ykkur eftir að þið mistuð drengina ykkar. Getið þið skýrt þetta aðeins út fyrir okkur? Ekki kannski gagnvart ykkur sjálfum heldur ykkar nánustu, ástvinum. Já, maður er svolítið fljótur að hoppa beint í áhyggjur af því versta. Ef eitthvað bjátar á. Ef dótturinn eða barnabarnið fær kvef þá þarf stundum aðeins að fá mann til að slaka á. Maður ræðist að eitthvað geti komið fyrir. Já, meir en áður. Meir en áður. Það temur sér ákveðna svona hamfara hugsun. Hamfara hugsun, já. Já, ég kalli þetta lífsræðslu. Ég hræðist meira mína nánustu, dóttur mína, barnabörn, vegna þess að ég veit að lífi getur hent þessu á mig aftur. Það er ekkert sem er búið að segja mér að þetta gerist ekki aftur, þessi skelfilega reynsla. Þannig að til dæmis þegar fyrra barnabarni mitt fæðist og hann er kannski sofandi út í vagni að þá fór ég út svona mjög oft og þurfti að sjá hann hreyfa sig, þurfti að vita hann andaði. Og meir gekk þetta svo langt að dóttur mín sagði einhvern tímann við mig, veistu það mamma, hann er bara sofandi. Þá þótti henni ég vera búin að fara nokkuð oft út, en ég sagði henni bara þetta, ég mætti þetta, ég þyrfti að gera þetta. Ég geri þetta enn í dag. Ég er fljót að stressa mig upp ef að mér finnst, ég veit að einhver er að koma til mín og er seitt fyrir, þá er ég búin að búa til. Það hefur eitthvað gerst. Ég þarf svolítið mikið að minna mig á að það er ekkert endilega víst að lífið hendi aftur á mig svona skelfilegum pakka
En þessi lífshræðsla, hún til staðar. Já, en litlu barnabörnin hafa líka gefið ykkur ljós? Þau gefa sko mikinn tilgang og mikla von. Já. Þau koma eiginlega svolítið með lífið aftur. Já, þau hjálpa mann að finna gleðin aftur. Já. Gera það. Já. Það er líka stundir með þeim. Ég finnst sko, mín reynsla er svo að þegar ég með þeim að það eru stundirna sem ég gleymi. Þá gleymi ég sorginni vegna þess að ég er bara í leik með þeim. Og þá ekkert annað til. Þú hefur ekkert færi þegar þú ert með lítil börn og þú ert í einhverjum bílaleika eða þú ert eitthvað að hoppa eða leika. Að þú gleymir stað og stund og þetta er ótrúlega góð hvíld frá sorginni. Já, en þetta með að tíminn lækna öll sár, þetta er alls ekki rétt. Tíminn læknar ekkert. Nei, hann mildar. Hann mildar, hann kennir okkur að lifa og læra á lífið aftur. En sársökin þarna. Alveg bara eins og með öll önnur erfið verkefni að það auðvitað þjálfast maður. Já. En þetta fer ekki neitt. Nei. Mér er svo fallegt sem að stendur hérna í bæklingnum, eða réttar, þið sögðum mér nú reynda frá því að þið kæmu saman alltaf fyrir jólin og nú er jólin á næsta leiti og byggu til jólaskreitingar til að setja á leiði. Já, Birta býður félagsfólki sínu að koma með fjölskylduna sína og gera skreitingar á leiði barnana og þá reynum við að hafa svona svolítið jólalegt hjá okkur og bjóðum upp á heitt súkkulaði og svona. Mér finnst þetta ómissandi undirbúningur fyrir jólin. Ég trú því. Mér finnst alltaf partur á jólunum að fara í kirkjugarðinn á aðfangadagmorgun og setja kerti og jólaskreitingu og leiði hjá mínum nánustu. En það er rétt að benda fólki aðeins á þessi samtök Birta því að ég er sem að það er ekki allir sem vita af þeim sem þurfa á þeim að halda og það er opið hús og það sem þið hefur verið að nefna og síminn er hérna aftan á þessum bæklingi 832 3400 og svo er þetta að senda líka birtalandssamtök@gmail.com sjálfsagt þetta að finna þetta bara með því að googla, það gerði ég allavega, fann upplýsingar ykkur þannig og þó að þetta sé kannski eins og ég myndist á hérna í upphafi samtök sem að enginn vill nú ganga í eiginlega en fólk gengur í vegna ákveðinar lífsreynslu, svona sárrar að þá er dálítið mikið til í því sem stendur hér á forsíðunni Birta í Dimmumdal. Já. Við veitum hvert öðru styrk. Já. Við erum bæði með síðu á Facebook, við erum með heimasíðu þar sem að kemur fram dagskráin okkar, ýmiss konar fræðsla varðandi sorg og missi. Og það má nefna sko það sem við höfum verið að gera, til dæmis kom Edda Björgvinsdóttir með hvað kallaðist námskeiðinnar svona hvernig maður getur notað húmor og gleði svona sem bjargráð, hjálpa sér þegar maður á erfiða stundir. Fannst það ekki frábært? Það var mjög gott. Það var mjög gott. Næsti fundur í næstu viku, hann verður þar sem að okkur fáum umfjöllun að skrifa sig frá áföllum. Þannig að við erum að reyna að gera svona fá fyrirlesara sem hjálpa okkur með þau bjargráð, hvað þarna sem við getum nýtt okkur og hjálpað okkur til að eiga betra líf. Því að lífið heldur áfram. Lífið heldur áfram og við höfum ekkert val neitt annað en halda áfram. Og þá er bara hvernig getum við létt okkur á sem mestan máta. Akkurat. Stelpur, ég held ég sem búin að fara allan hringin en er eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Bara hvetja þá sem að mögulega gætu þurft á okkur að halda eða þekkja einhverja sem að gætu þurft á okkur að halda að kíkja inn á birtalandssamtök.is og athuga hvort það er ekki eitthvað þar sem að getur hjálpað. Já. Það að skrá sig í félagið er ekki skuldbinding til þess að mæta opið hús. Þú ert ekki að skuldbinda þig til að koma og segja frá þínu máli. Þú getur verið félagsmaður og bara mætt á fyrirlestrana eða nýttir styrkina. Getur þess vegna mætt á fundina mánaðarlega en þú þarft ekki að segja.
Því að það getur oft verið stuðningur eins og Linda nefndi áðan að heyra í öðrum. En er það ekki dálítið svona erfitt skref fyrir marga að stíga að koma inn? Jú, mörgum finnst það mjög erfitt. Já. En það þarf ekki að vera það? Það þarf ekki að vera það og það er vel tekið á móti fólki? Við reynum að taka vel á móti fólki, já. Stelpur, þakka ykkur innilega fyrir komuna, Halldóra og Linda. Það var gaman að spjalla við ykkur þó umræðefnið hafi sannarlega ekkert verið mjög skemmtilegt. Þá var það mjög áhugavert. Takk innilega. Fyrir að bjóða okkur. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis gagnrýnir harðlega nýgengin úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem felldi úr gildi starfsleyfi félagsins á dögunum fyrir skotæfingasvæði í Álfsnesi. Og við höfum fjallað þetta mál. Hér voru nokkrir íbúar og hljóðverkfræðingur í umræðum þetta mál á dögunum á samstöðinni. Og þau fögnuðu niðurstöðunni en það er nú ekki hægt að segja það sama skotveiðimenn. Og hingað eru komnir Áki Ármann Jónsson, þú ert formaður Skotvís, velkomin. Takk. Og Róbert Reynisson, formaður Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis, ekki satt? Jú, takk. Eigum að byrja á því að fá að vita hvers vegna þið eru svona ósáttir við þennan úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Hvor ykkar vill taka handbolta? Ég skal bara byrja á því, sko. Já. Það fyrst þegar ég las úrskurðin þá hélt ég að úrskurðarnefndin væri að gagnrýna hér fyrir að hafa ekki skilað inn hljóðupptöku frá hljóðmælingu frá 2022 og það væri verið að fella úrskurðin á því, sko, en síðan las ég þetta nú betur yfir aftur og þá kemur við ljós að þarna eru hljóðmælingar, eins og þið segja, þrátt fyrir að séu hljóðmælingar á vegum hér, samkvæmt nýju reglunum og öllum opinberum mælingum og það séu allar undir mæling, öllum viðmiðum, að þá sé samt hort á 6 ára gamla mælingar sem voru gerðar fyrir breytingu á skotvöllunum til þess að fá misvísandi mælingar og þannig fellur úrskurðurinn. Og þannig finnst þú að vera ansi langt seilst, svo ekki sé meira sagt. Já, það er kannski ágætt að rifja það upp fyrir ykkur áhorfendum og hlustendum að deilan snýst hávaða, hún snýst hvort það er óþolandi röskun fyrir íbúana að búa við þessa skotkvelli. En þú vil semst meina það að þessi mæling hún sé kolvitlaus í þeim skilningi að hún hefði þá þurft að fara fram nýverið eða hvað? Já, sko, úrskurðarnefndin segir að af því að þessar hljóðmælingar séu misvísandi, sem að er náttúrulega bara í eðli sínu þannig að hljóðmælingar eru alltaf misvísandi. Þú nærð aldrei að mæla hljóð nákvæmlega eins, þannig að þetta er bara háð umhverfisaðstæðum og vindi og öðru. Og þess vegna til dæmis í Skandinavíu þá eru menn hættir að mæla hljóð í svona skotvelli, þetta er reiknað út. Þannig að það var bara sett formúla, hvað er langt í þetta hús, hvað er sem sagt hvað hávaði kemur úr byssunni til að byrja með. Já. Og síðan eru hljóðmannir, eru klædd skothús, hvað er annað sem dempa hljóðið og þetta er bara reiknað út. Og að vísa til þess að hljóðmælingar hafi verið mísið, það er bara sko í eðli sínu, þær eru það. Og er þá ekki betra að taka nýrri hljóðmælingar, gera það á opinberum aðilum, heldur hljóðmælingar
gerðar af sérfræðing á vegum hagsmunaaðila. Og sá sérfræðingur sem að ég hafði heyrt bara gott af hingað til og við leituðum með sér til að aðstofa okkur við að gera hljóðmælingar okkar eigin vegum. Að mér brá nú bara dálítið hans málflutningur, vegna þess að hann fór svona dálítið yfir strikið fannst mér sem sérfræðingur og fagaðili. Hann fór að bera þetta saman við Gamlárskvöld, sem alltaf bara, ég veit ekki hvar hann á Gamlárskvöld, vegna þess að þannig var hann að mæla 70 til 80 decibel hæst, en á Gamlárskvöld eru að tala um 100 til 130 decibel og alltaf miklu meiri háaði og læti sko. En eitthvað vísa til, Róbert, einhverjar sænskra leiðar eða sænsks vinnulags, ekki satt? Jú. Það vísa til þeirra svolítið sko og kannski að segja það að akkur þá ekki, svo nú í dag eru notaðar þessar, eins og hann að tala um áki, það leiðbeiningar sem að akkur ekki nota þær leiðbeiningar sem þeir fara eftir þá, að mæla þetta að reikna út hljóðið. Akkur hefur við látið nota þetta gamla ræðferðir þegar hljóðmæla með hljóðnumum. Það eru alls konar utanaðkomandi hljóð sem koma, það eru flugvélar, þegar ég var til þessu mælingar hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar þeir voru að mæla þá var ég skotmaður með þeim og við þurftum að margítrekka að stoppa mælingar vegna þess að það voru listflugvélar fyrir ofan okkur sem að voru með alls konar draunur og læti eins og þær eru hávaðasamar og þá var ekki hægt að mæla út af því að það yfirgnæði skotkvællina. En þetta er leyft þarna og þannig að þetta er að séu listflugvélar þarna og þeir gera engar athugasemdir við það. Nei. En svo skilst manni að rannsóknir sýnir líka að ófyrirsjáanleikin að þau viti aldrei hvenær þau heyri skotkvæll og hvenær ekki sem að setjast það svona eitthvað stress að hann sé mikið vandamál og það er líka sagt að viðhorf til hávaða skipti mjög miklu máli bara upp á það hvernig manni svona líður í sálinni þannig að ég ætla að spýr frekar nálægt Reykjavíkurflugvelli og ég bara veit að þarna er flugumferð og viðhorf mitt til hávaðan sem fylgir flugvélum er kannski annað heldur en að það kemur eitthvað svona mjög óreglulegt hjá nágrannanum. Já, það er náttúrulega sko, þú talar náttúrulega fyrir sjáanleika sko. Þannig að ef að þú flýtur hann á svæðið og það er skotullur hann, gerum við ekki ráð fyrir að séu skotkvöllir. En eitthvað var nú mýbúið sem voru þarna og svo kemur skotsvæðið. Já. Líka það sko, en það er líka sko heilbrigðiseftirlitið og opinber stjórnvöld gera ráð fyrir þessu, það er gefin út viðmið hvað sé heilsuspillandi og hvað sé óþægilegt og hvað sér og það eru þessar leikreglur sem eru settar sem að okkur ber að fara eftir og þær þurfa að vera ljósar í byrjun, annað er ósanngjarnt og í þessu tilfelli þá var hendana inn á leikvanginn sæmskum reglum sem á eftir að staðfæra og þýða. Og það er sagt við staðbundið heilbrigðiseftirlit að þau að gera það. Þetta er náttúrulega bara mjög ankannaleg stjórnsýsla og líka það að hann alltaf verið að skamma fólk fyrir að fara út fyrir lög. Það er lagaramminn settur og síðan eru settar reglugerðir og þá mátt ekki fara með reglugerð út fyrir lagarammann. En það virðist ekki eiga við sænska leiðbeiningar. Það má henda þeim inn hvar sem er og fara til þeim. Á nokkurs fyrirvara eða umsagnaði eins eðan eins og bara sem manni sem hafi vann í stjórnsýslu 25 ár, ég skil þetta ekki. Nei, þú ert að vísa til starfana hjá Umhverfisstofnunar sem þú fórst náttúrulega veiðistjóri einu sinni. Já, og síðan vann ég hjá Umhverfisstofnun í 10 ár, nei meira 15 ár sem síðstjóri. Þannig að þér sýnist að þið opinbera hafi bara á mannamáli skyttið á sig í þessu máli? Já, ég held að það hafi fólk bara látið undan einhverjum þrýstingi sko, á þess að huga að það stendur nú bara í bréfunum frá Umhverfisstofnun og bendir hér á að fara eftir þessum sænsku leiðbeiningum og bara vefslóð. En íbúarnir telja nefnilega að sko tala svolítið skotveiðimenn eins og svona forréttindahóp sem að hafi haft ítök í kerfinu og hafi notið ómiklar virðingar og þannig að þarna stendur alveg stál í stál. Það er kannski búið til eitt þátt þar sem að þið hittist þið og íbúar. Það er bara ekki rétt hjá mig. Við erum ekkert við eitthvað ítök í kerfinu. Við erum bara förum eftir okkar leikreglum sem okkur eru settar hverju sinni og höfum ekkert að gera það og ég var svo að tala um þetta áðan með
þetta kemur alltaf íbúinum á óvart hvernig skotkvöldinni koma. Þeir virðast nú alveg vera með það á hreinu hvernig við höfum opið og eru með það, þess að þeir tala alltaf sem svona leyfilega opnunartíma sem við höfum leyfi til þess að hafa opið. Við höfum leyfi til þess að hafa frá 10 á morgnana, en við höfum aðra opið frá það opið 2 daga í viku frá 17 til 21. Hina dagana lokað í viðri viku. Svo erum við opið á laugardögum frá 10 til 15 og leyfilegur opnunartími á einni viku. Við tókum nú saman bara, kanni ég fór að hugsa þetta, hvað var að eiginlega meina. Við varum svo opið með svo langan opnunartíma. En leyfilegur opnunartími hjá okkur er 46 klukkustundir á viku. En við erum opið í 13 klukkutíma. Þannig að þetta nú allt og sumt. Og eitt enn, það í 8 mánuði ári erum við opið bara 5 klukkutíma á viku. Þannig að þetta ekkert rosalega mikill hávæði, allir þessi hávæði sem þau eru að blása út í þetta, að það ekkert svo mikill hávæði. Eða hljóðmengun frá okkur. Ertu þá að segja að þið hafið nú þegar komið á móts við óánægju íbúana með því að stytta opnunartímann? Og við höfum snúið skotvöllum, einu velli, og það er áfæmum að snúa öðrum. Og þegar við vorum með mælingar 2022, þá mældist ekki hávæði eða hljóð frá velli 4 hjá okkur. Það mældist ekki hinum megin. Og það verður settar hljóð ísóksplötur í skothúsin til að draga þessi hljóði og það samkvæmt mælingum þá dreifur það úr hljóðunum 13 til 25 decibel. Og það eru, ég fór á fund með kollegum mínum í Árhúsum núna í haust og þar var farið í gegnum með hvaða aðgerð hægt að grípa til að nota skot sem að gefa frá sem minni hávaða og gera hljóðmannir og hljóðísóksplötur og þetta erum við alltaf að vinna í. Því að náttúrulega það er ekki okkur í hag að vera að espa upp einhverja nágranna og vera með leiðindi. Við viljum minnka hljóðið eins og mikið og hægt er með þeim aðgerðum sem að, en eins og ég segi, bara leikregluna þurfa alltaf ljósar í byrjun þegar við erum að sækja starfsleyfi. Það er ósanngjarnt að henda inn á leikvangin nýjum reglum þegar við fórum í gegnum þessa kæru. Og var komið deiluskipulag og aðskipulag, já. Uppfylltum við skilur við vatnslót, já. Við erum ekki með neina mengandi starfsemi. Það er ekki notað blý, það er ekki notað PAH í leirdúfum sem er krabbameinsvaldandi. Og sem er hljóðið, það var búið að mæla það á opinberum aðilum, bæði með sænsku aðferðinni og gömlu aðferðinni og við vorum undir mörkum í báðum tilvikum. Þannig að þegar við horfum að kæruna þá sem bara þetta, við bara uppfyllum allt við þurfum ekki einu að svara þessari kæru. Og hvað stendur málið núna eftir að úrskurður féll? Það er, við getum gert tvennt. Það er að sækja fyrir starfsleyfi. Á sama stað? Já. Og síðan sækja þá hjá Orku umhverfisstofnun til að halda starfseminni áfram. Eins og SR gerði og er með undan þá út árið, þannig að þeir við ætlum bara að sjá hvernig ykkar starfsleyfi fer. Hvað úrskurðarnefndin, þetta verður kersasöður og við ætlum bara að sjá hvað úrskurðarnefndin finnur upp á. Þeir áttu alveg vonað því að þetta myndi fara svona. Ég sagði, nei, hafði ekki áhyggjur. Við erum allt á hreinu. Ég er nú búin að vinna í þessu 25 ára og ég sé ekkert sem getur stoppað þetta. Nei. Ef þessi úrskurður er kærður, er það fyrir dómstólum? Nei. Þessi úrskurðin er kærður, nú er bara búin að fella starfsemi úr gildi. Við þurfum að sækja það aftur. Þið eru hættir að skjóta? Já. Og það er það sem kom náttúrulega fram á þessu fundi með mínum kollegum í Árásum, að þegar ég fór yfir þessa sögu að þeir áttu ekki til orð. Þeir sem bara, var eitthvað aðalskipulags, bara eitthvað svona prótokoll í ólægi, þá fáum við bara undan þá strax og með að vera að kippa því í lagi. Er eitthvað deilum eitthvað hljóð, þá er bara undan þá til að búa að leysa á því. Það er ekki fellt starfsleyfi og gildi í marga mánuði eða ár út af einhverju svona lagatæknilegu matriðu. Það er engin meðalhófsregla í þessu. Úrskurðandi að geta beinti til að mæla hljóðið aftur og eitthvað svona, því að það eru líka skilir í starfsleyfinu að það eigi að gera það. Og ef við erum langt yfir þeim viðmiðum sem er gefið upp, að þá er þetta að fella starfsleyfi og gildi. Það er að gefa okkur umþáttunartíma til að bregðast í því.
Þannig að þetta mjög harkaleg aðgerð og fram úr öllu hófi. Sko þetta alveg svart og hvítt, það sem þið segið og það sem íbúarnir segja. Og ég að velta fyrir mér hérna Róbert, sko hvort þetta ekki eiginlega bara vonlaus staða að vera í svona mikilli óvild, finna fyrir svona mikla óvild frá íbúum ekki bara skást úr því sem komið að þið bara flytið bækistöðvar ykkar og því að annars yrði bara hérna linnulaust stríð einhvern veginn. Jú, þetta alltaf best að við séum í sátt og samlyndi við alla og að færa svæði kostar alltaf gríðarlega fjármuni. Þetta búið að byggja þetta svæði upp á 20 árum og kostar gríðarlega fjármuni og við sem erum bara félagskapur sem bara það allt ekki í sjálfboðavinnu hjá okkur og öll vinna sem fer fram í sjálfboðavinnu. Þannig að við höfum kannski ekki alveg endalist fjármagn til að færa svona skotsvæði. Þetta kostar fleiri 100 milljónir að færa svona skotsvæði. Og við ætlum að fara að gera það, þá þarf náttúrulega að finna annað svæði og meðan það svæði við vitum náttúrulega hvað tekur langan tíma að finna bara nýtt svæði og það var nú sett hérna og nefnd hérna sem var vegur Reykjavíkurborgar á laggirnar og hún átti að finna svæði og þeir leitið út allt hérna og fundið ykkur svæði en þið voru öll slegið undir borðinu út af því að þetta var einhvern vatnsfældarsvæði eða alltaf nálægt í einhverjum sumarbústöðum eða íbúðum eða eitthvað staðar eða bara hentuðu ekki í þetta og það kom svo niðurstaða að þetta væri Árstein sem væri sennilega besta svæði fyrir þetta sko. En auðvitað þetta aðlaga þetta svæði að okkur ef við fáum einhvern frið til þess að gera það. Við erum alltaf með starfslið sem bara kannski til 2 ára og þá ekki það að búa til ykkur fleiri margra milljón krónar hljóðmannir til þess að verja svæðið. Þannig að þá þarfum við kannski að hafa eitthvað aðeins rýmri tíma í það og kannski fá eitthvað tíma, fá eitthvað starfslið sem þá til lengri tíma sem við getum aðlaga okkur aðstæðum. Já. En eru þið semst núna, planið ykkar það að reyna að hnekkja þessum úrskurði og halda áfram þarna í Álfsnesinu? Það sjálfsögum. Við höfum ekkert annað svæði, þá verðum við að gera það því þetta alltaf gríðarlega mikilvægt fyrir skotveiðin að hafa æfingasvæði. Og hann mikið að nýliðum sem koma sem hafa nýbúinir að taka skotveiðarleyfi og því námskeið sem fylgja því að það gríðarlega mikilvægt að menn hafi æfingasvæði þess að æfa sig. Já. Því þú verður aldrei meistari og skjóta inn í skoti. Nei. Þú verður að skjóta svolítið oftar til þess að og þetta alltaf mikil bara og við erum félagarnir eru 1600 hérna hjá skotrein og sem 800 félagsmenn yfir í SR þannig að þetta ekkert lítið félag. Nei, en ef þú ættir þessa peninga eða kemur bara opinber fjárstyrkur til þess að flytja starfsemina myndirðu þá bara að segja ok, þetta er það besta sem hægt að gera í stöðinni, það bara kasta inn handklæðinu og hérna vera á svæðum þar sem að fólk vill að við séum að okkur. Já, við erum sko náttúrulega framtíðarsýnin og framtíðartónlistin náttúrulega, það kemur Sundabrautana yfir þannig að leið og hún fer í framkvæmdir þá verður svæðið tekið á hvort þið og þá náttúrulega okkar framtíðarsýn svo að sameina þetta SR-svæðinu sem aðeins neðar og þar verður byggðar upp stóra hljóðmannir og náttúrulega nota tækifæri að það þarf að flytja gríðarlegt magn af jarðefnum í burtu. Þannig að við erum að tala um að þið viljið fá að skjóta þarna nokkur ári viðbót. Sko, við erum með starfsleyfi til 2028. Já. Og þá það að færa sko minnka kolefnislosun sko með að keyra bara niður með öll jarðefni sem að vera tekið við Sundabrautina og setja í hljóðmannir kringum SR-svæðið og það okkar svæðið saman. Og þá þetta minnka náttúrulega sko hljóðið gríðarlega þannig að fólk verður alltaf vart við það. Það svona okkar framtíðarsýn, það væri gott fyrir alla og þessum fundi í Árósum þá var einmitt talað það sem að vera að taka svona jarðefni eins og eru þannig sem eru menguð og enginn veit hvað í og þá fara sem stysta leið og byggja hljóðmanni fyrir skotvöldu, það græði allir á því. Þannig að það er okkar framtíðarsýn. Já, en sko
Er ekki líklegt að þessi hljóðverkfræðingur að hann sé bara að vinna vinnuna sína eins og hann telur best að vinnana? Er ekki, eins og ég segi, það er bara verið fínt að hafa hann hérna í þættinum og kannski eftir að hittast einhvern tímann í öðrum þætti. En er einhver ástæða að ætla sér að hann sé með eitthvað svona mjöl í pókahotninu? Er hann ekki bara að vinna sem fagmaður, sem hljóðverkfræðingur? Jú, kannski, hann hefði kannski þá, finnst mér svona, hann hefði átt að taka nýja mælingu. Af því þetta er mæling síðan 2019 og hann tekur mælingur hérna og hann sýnir bara eingöngu mælingar hérna niður við Frísundabygg sem er hérna það finnst bara Móavík og Krummavík sem held að sé hérna bara aðeins utar og Móaberg. Það sýnir enga mælingar upp í Stekk og enga mælingar hjá Sigríði Ingólfsdóttur sem var hérna út í Arnarholti. Þetta er töluverður munur hérna á fjarlæg þarna uppbyttir. Þannig maður velti fyrir þessi spurningu, af hverju sýndi hann ekki þessar mælingar þaðan? Og líka hvernig hann talaði, sko, hann var mjög sár út í umhverfisstofnun og ráðuneytið og heilbrigðiseftirlitið og það var eins og bara að hann væri með einhvað agenda, sko, að sanna það að hann hefði haft rétt fyrir sér eða svona, veist, og þá hvernig hann talaði að þetta væri eins og gamlárskvöld og mjög gildislegar yfirlýsingar. Þetta er svona hlutur sem maður svona veifa rauðum flöggum hjá mér, sko, en ég ætla ekki að segja að það hafi verið með eitthvað agenda. Þetta er svona daldið, ef þú vilt vera hlutlaus og vera faglegur þá ertu ekki með svona yfirlýsingar, sko. Hvað varðar þetta stóran hóp íbúa, sko? Hér hafa verið 3 íbúar hjá mér í 2 þáttum að ræða þetta mál, en hvað er þetta margir sem að... Sko, það var íbúafundur á Kjalarnesi þetta mál, þar sem mættu held ég 10-20 manns frá borginni, bæði pólitískar og opinberir starfsmenn og það mættu held ég 15 skotveiðimenn og ég held að þau hafi verið 4. Og meðan við allt það hafari og fár sem hafa búin að vera kringum þessi mál þá held borgin að myndu mæta svona 200 manns. En þau voru 4 og það er það sem, sko, ég dreg ekkert úr því að þeirra upplifun er örugglega sú að þetta sé ónæði. Þau hafa náttúrulega lýst í bara fjálglega hér í þáttum. Það er þeirra upplifun og við viljum náttúrulega reynda að koma til móts við það með að draga sem mest úr háaða frá skotrinarsvæðinu. En getum líka bent á það að það eru 2 skotsvæðana, SR sem er með riffilvöll og haglabyssuvöll. Við erum bara með haglabyssuvöll. Síðan er verið að skjóta í Álfsnesi í Varg og þar eru náttúrulega notað miklu stærri hleðslur í haglaskotin heldur en er verið að nota við leirtúfuskotfimi. Og mig grunar það að þannig sé dálítið fara að blanda saman öllu þessu þrennu vegna þess að leiðu að búið að loka hjá skoturinn á laugardeginum að þá kom kvörtun að við varum að skjóta og það kom líka fram í þættinum hjá þér að þau gerðu okkur það að við hefðum mætt hana til þess að skjóta á svæðinu okkar í sérstaklega til þess að ergja þau þangaður umræðan komin, sko. Það sem var alls ekki. Ég fór yfir gögn hjá okkur sem sýna það fram á það. Það var engin á svæðinu og við erum með sem sagt öryggiskerfi þarna sem ég get alveg farið inn og séð allt hvernig það er tekið af og ég fæ alltaf meldingar það hvernig öryggiskerfin tekið af og hver gerir það. Og það var enginn frá okkar vegum sem var þarna á svæðinu sem var að skjóta eins og þau voru að segja, sko. Og þannig að það er alveg, þetta er út í hróahætt hjá þeim að segja það að við höfum verið að skjóta þarna, og það kom strax kæra, náttúrulega, þegar kom póstur frá heilbrigðiseftirlitinu sem bara svaraði náttúrulega og fór yfir þessi mál. Og við erum ekkert að skjóta þarna og það verður ekki gert að meðan við erum ekki með starfsleyfi og við höfum aldrei gert það. Eru þið til í að hitta þessa ónáðu íbúa og í bara enn einum þættinum þetta því að margir horfa til þessa mál sem einhvers konar prómáls í íbúalýðræði og öðru slíku og myndu þið ef við myndi reyna að koma ykkur í sama þátt með hinum ónáðu íbúum, myndu þið vilja koma hér í næstu viku eða þann næstu og þannig að við fengjum svona viðbragð við rökum og mótrökum. Já, við erum að fara að hitta
hér núna mánudaginn að fara yfir málin með þeim, hvað verður næstu skref og síðan bara í framhald af því getum við skoða það. Við reyndar stungum upp á þessu fundi þannig að upp á Kjalarnesi. Við borgina og þau að það var miklu sniður að hittast bara hérna í samráði og að vinna úr þessum málum saman. Kannski án þess að væru myndavélar í kringu þig. Já, og bara að reyna svona eins að hérna að sko við erum allir að vilja gera til að minnka hljóð frá skotvöllum og við höfum sýnt það í verki. En þegar að sko kærun að koma inn sko það sem er bara kært fyrir blýmengu, kært fyrir þetta sem hefur enga stoð í raunveruleikanum, þá er náttúrulega eitthvað kannski annað að tjanda í gangi heldur en að ná einhverjum sáttum. Það er svona kannski er bara fólk á móti skotuðum, það má vera það sko og það er kannski kært út af því eða einhver öðru, maður veit það ekki, en allavega hefur ekki orðið neitt hvorki frá þeim nýja hérna borginni hérna einhver hérna sem þannig að verður komið svona einhverju samstarfsvettvangur milli íbúa og skotuðumanna til þess að leysa þessi mál. Það er náttúrulega alltaf best. En Róbert, af því að hefur verið talað forréttindi ykkar skotuðumanna, upplifir þú frekar fordóma? Við erum ekkert með forréttindi, við erum fordóma, nei, ég veit ekki hvað ég segja því, en bara hlutlaust? Já, við erum bara menn eins og fjölskyldumenn eins og aðrir menn og við erum bara stund á okkar sport. En þeir eru stundum menn með læti? Já, við telum okkur verið undir mörkum, þannig að við erum með svæði þarna með starfsleyfi og stundum allavega. Það er mest, sko, þeir sem tóku þetta mest inn á sig þessar lokum voru nú skotveiði konunnar sem eru félagin okkar. Það eruðu sko mjög reiðar. Já. Við ætlum nú að reyna að fá einhverja með okkur hérna, en það er náttúrulega allar á þriðjuvaktinni. Segjum minnst ekki að það ógrátandi við þrír kallar hér að tala konur á þriðjuvaktinni. En en hvað hafið þið gert síðan þessu úrskurður féll? Farið þið eitthvað annað núna af ykkur sem að þið lítið á þessum tímabundi þegar ég? Við höfum ekkert farið eitthvað svo núna, þetta er náttúrulega ný skeið og þannig að við erum alltaf á miðju veiðitímabili, þannig að við erum svona svolítið mikið að veiða núna bara. Bara æfa ykkur upp til fjalla? Það er uppnaveiðitímabil og það er gæsaveiðitímabil og önd og þannig að við erum bara að stunda það núna og við viljum fara vel æðir í það. En hvað liðið margir dagar frá því úrskurður féll þangað til skotsvæðinu var lokað? Var það bara saman dagur? Það bara kom, við fengum enga fyrirvara á því, það var bara saman dagurs. En SR-svæðið er ennþá opið, það er á undanþágu, þannig að við getum haldið verkleg skotorðun á skeið. Það er á undanþágu? Já, og menn geta æft sér þar. En svo undanþágu er út áramótin. En það er spurning hvort að þeir sækja aftur undanþágu eða hérna reyna að sækja starfsleyfi. Eru þið karlar í kreppu? Já, við erum skotveiði fólk í vanda. Já, konur, karlar og konur í kreppu í þessum skotveiði hópi. Það er ofta reynt að klína á okkur hérna frekju miðaldra kalla stimplinu sko. Og það er langt frá því, við erum mjög miklir indismenn og konur í þessum bransa og við viljum bara tala við fólk og reyna að leysa málin. Og konur fyrir fjölgandi í þessum alla velkonar, svo veist. Þeir fyrir fjölgandi í þessum klubum og við erum bara að reyna að halda okkur æfingu með því að hafa þessi svæði og viljum bara að menn séu vel æfðir og menn séu bara þessi bara félagskapur sem á að geta gengið í samfélagi eins og við búum í sko. Það er alls konar íþróttir sem menn stunda og við erum eina af þeim. Og bara til samanburðar þá eru í Danmörku sem er þriðja af Íslandi eru 220 skotvellir og þá er ekki verið að tala með sko skot íþróttavellir. Og þar er allt í himnalagi og þar er til dæmis á hérna Álsnesi þeirra kaupmannanna búa sem er að Amager, það eru 3 skotvellir, gólfvöllur og útivistarsvæði og Fíls verslunarmiðstöðin, allt á sama blettinum og ekkert vandamál, það er bara sagt, þetta er opið þarna. En þeir eru ekki með fjöllin sem að skotkvöldunni bergmáli í Esjunni og magna upp og... Nei, þeir hafa þessi sömu viðmið samt og við í desibelum. En það er ekki bergmáli samt, það er sér breyta. Það er tekið inn í þessar hérna mælingar sko. Það er náttúrulega bergmáli magnar upp hljóðið, þannig að þetta verður bara verra fyrir okkur sko. Þá þurfum við að vera ennþá lægri.
heldur Danir í byrjun. Munum við fylgjast spennt með þessu næstu vikur? Verður eitthvað frekara viðbragð af ykkar hálfu í bili? Nei, nú fer þetta bara í þessa stjórnsýslulegu leið sko. Við munum sækja starfsleyfi og óskattur undanþágu. Og síðan vorum við að ræða það hvort þetta maður fara í dómsmál. Já, er það? Eru það að ræða það? Það er svona verið að skoða það, en þess að okkur finnst þetta að vera ekki rétt stjórnsýslulega hvernig maður farið að þessu. Þannig hendin leikreglum í miðju svona ferli, án kynningar eða sko við áttum við að fara að bregðast í sænskum reglum sem við áttum eftir að staðfæra. Þetta er ekki góð stjórnsýsla. Þannig að þeirra íhuga dómsmálin ekki búið að taka ákvörðun það og hvort það verður? Nei, það var svona, já, að koma svo hugmynd að fara í þann pakka. Við höfum alveg augljóslega grunn til þess, en hvort að við gerum það tíma til þess eins og Róbert segir, við erum ekki fjársterk félög með óendanlega peninga og allt í sjálfbáðinu, þannig að maður þarf að velja sínar orðustur. Þá held ég við komumst kannski bara ekkert lengra með þetta í bili, en það búið að vera áhugavert og forvitnilegt fyrir hlustendur og áhorfendur að heyra eitthvað sjónarmið sem sannarlega eru gjörólík þeim sjónarmiðum sem hér hafa verið rifið, og ég held að tilbúið standi. Við skoðum þetta kannski í annari viku eða svo, hvort við getum ekki bara búið til þátt með öllum hlutaðingandi. Það er alveg skoðandi. Kærar þakkir fyrir komuna Áki Ármann og Róbert Reynisson. Við höldum áfram að fylgjast með þessu máli. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Við þökkum kærlega öllum þeim sem áhlýddu og horfðu. Vorum með okkur hér í kvöld. Öllum góðum gestum þakka ég komuna og samstarfsfólki mínu þakka ég kærlega fyrir samstarfið í dag. Ég minni á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og aðstoða okkur því þar með að gera þessu góða verkefni aðeins hærra undir höfði. Því ég þakka kærlega fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.